Fyrstu haustlægð ársins sagði síðu tilbúin. FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn. Síðasti föstudagurinn í september, 27. í dag. FM 95 Blu eins og áður sagði hefur hafið göngu sína og já, á móti mér sitja mennir sem eru yfirleitt aldrei í fríi, sérstaklega ekki í fyrirliðin. Egill Einarsson mættur og já, þú er oft litið betur út. Ég verða að viðurkenna. Ég fer ekki frí. Hann reyndar alltaf í frí, hann alltaf á Tenerife. Nei, ég fer í Tenerife einu svona árið, það í janúar. Egill, þú lítur út eins og sér. Já, hvað að gera? Ég var bara í smá aðgerð. Já, svona ef ég óttur hugulegri, ég viðurkenna það. Þetta er ekki bara finest moment, skilur við. En svona, þú veist, eftir 2 vikur þá er þetta geggjað. Já, þannig að nú er ég er ekki að fara, þú veist, vera mótel í dag eða morgun eða hinn eins og Sexy Brew, því miður, en kannski þetta 2 vikur, mögulega. En sko, þú verður eiginlega útskýra fyrir okkur að því þú lítur út eins og Frank Bruno bara á præmunu hafi bara gjörsanlega rotað þig. Þú þarf að glóður að báða með það. Já, ég fór sér í augnloka aðgerð. Hvað þýðir það? Og af hverju? Er það ekki bara lítið aðgerð? Mjög í raunni, sko. Varstu að fara í lítið? Já, þú veist, technically var ég. Gott er þetta hafa þetta inn í ykkur öðru. Þetta er í familíunni, þú veist, þetta er bara því miður og þú ert bara að fara í þetta. Mín fjölskylda þarf að fara í þetta einhvern tímann og ég sagði, akkur ekki bara núna? Já, og hvað gerir þetta fyrir þig? Þetta lætur mig vera meira hugulegan. Ekki akkurat núna, kannski þetta 2 vikur. Já, þetta ekki. Og þau voru bara svona, þú veist, augnlokin voru svona síginn og bara og sem ég þarf að díla við og ég þurfti að fara einhvern tímann í þetta, okkur ekki núna og eitthvað kæruleysis sprautu og bara. Varstu vakandi í þessu? Já, glaðvakandi, þú er ekki höndlað þetta, Steinn, þú hugsaði til þín á meðan. Já, en nú það var sagt við mig, þú dettur líklega út, það hætti ekki út í 1 sekúndu, sko. En varstu vakandi með að vera að gera þetta? Já. En hvað, var ekki verið að skera undir augun að þér? Jú, það var hnífur í augun á mér. Shit. Það kikkaði kæruleysinsbrautan heldur skemmtilegin, sko. En akkur baðst ekki hvernig var það að vera á henni? Það var bara heldur næst, sko. Ég held að þú myndi fíla það koncept. Þú farið í það? Nei, ég hef aldrei farið í svona. En var þetta, þú veist, varstu, ég meina að vera vissur og hvernig var það bara? Ég veit ekki neitt hvað. Það var svona hálf uta við eitthvað og svona og svo var ég svolítið valtur þegar ég var að lappa og stóð upp, sko. Ég fari í svona kærleiksbrautu og hún er heldur góð kikkarinn. Ég fór í svona colonoscopy. Rassaskoðun. Já. They shove a camera up my ass. Þú rétt skriðir yfir tvítu, takk fyrir fórstu það. Tvítu, ég er 40 eil. En hvernig fórstu, ertu þá nýlega búin í þessu? Þetta er svona kannski ár síðan. En byrju ámar ekki að fara í þetta eftir 40? Já, en sko, ég var búin að vera með eitthvað vesen, sko. Ég var búin að vera með vesen í þörmunum og eitthvað svona. Þannig ég þurfti bara að láta spegla mig. Já, var þetta ekki bara eitthvað loft? Nei, ég þurfti að fast í 2 sólarhringa. Pæli fyrir mig að fast í 2 sólarhringa. Það er erfitt, sko. Og svo farið kærleiksbrautina og svo segir hann, herru, það kemur hérna smá og ég smá þá er hann sérst þá er hann að opna allt í þörmunum, hann að blása lofti og skoðar sig hann allt. En lendir þú þá í einhverjum svona leka eða? Sko, það leit allt vel út hjá mér. Eina sem var, sko, að ég hann sagði, þú ert greina svona stressu típa og svona með votta magasári. Já, ok. Það komið eitthvað blóð í hæðir. Já, smá þreytt. Og þú sætti ekki svo stressaður út að vera ofta fullur, út rólegur út fullur. Út að stressaðu bara hótt edru. Hell ofta í því. Já, ég og byrja alltaf daga á tenni og ég er svo tenni. Ég hef ekki segið stressað á tenni. Nei. Hvernig byrjar alltaf daga þar? Byrja á teimur. Einmitt. Gæti svo sem gerst það hér líka. Það er ekkert að því. Já, ég er bara svona, maður vill alltaf vera saved and sorry. Ég hafði ykkur áhugjur, ég var að koma eitthvað í ristilinn og eitthvað svona. Það er gott, já, tjekka á þessu. Maður á alltaf að gera það. Þessi kærleysisbrauta þarna, hvernig varst ekki, var gaman henni eða ekki? Já, það er gaman að henni og finna við, ég held ég geti bara komið á bílnum og kert tilbaka og læknir sagði, þú ert ekki verið að kæra neitt, sko. En er þetta stemningslif eða er þetta bara svona? Já, þér er svona allt. Þú ert bara að fyrir að hlæja allt í einu bara. Ég held gaman að þessu. Þú voru ekki líka að setja bara æðarleggur í þig og svo var að vera að ræða hvað að gefa 2000 milligram, 3000 og það er að bodybuildur og þá vilja að gefa mér hærri skamt, sko. Ég held gaman að því. Ég er með svona auglók þú er að fara í þetta. Auglók sem eru bara svona. Þú ert að fara í þetta. Þú ert 67 ára gömul kona í þetta, sko. Og þú er ennþá huggulegri að fara í þetta, sko. Já, það er ég er ekkert á móti. Nei, sko, en bara þú segir að þá líta auglökunni á þér ekkert sérstaklega. Þú ert rosalega rauður og svona. Já, herru, slakið á. Ég er nú bara að reyna svona. Ég minnst þér huggulega með
með svona glóður á báðum. Það myndi allir halda þessi að það eru buffaður sko, eða labbað út götu núna. Ég líka með sólglöðu hvert ég fer núna. Já. Það er skrýtnara enn að vera með glóður. Ég hugsa að þið labbað með sólglöður inn. Mjög skrítið að sjá því fyrstu haustlæðinu með sólglöður á þeir sko. Ég er eiginlega skáðaður með glóður. Já, ég er með, það er rosa ættingum með Baugu. Sem að Baugar. Já, það er, sko, ég hef þetta frá mömminni. Ég má ekki, ég bara fyrir sent að sofa einu sinni, þá er ég nánast bara eins og pandabjörn, sko. Og mér finnst ekki gaman að fara snemma upp í sko. Þannig að ég tekið þetta á mig. Ég hef ákveðið að taka þetta á mig. Þú ert samt ekki með, út mjög huggulegur í dag. Nei, ég er alltaf með smá. Ég verð mjög þreytulegur bara ef ég fer að sofa bara eftir minnati sko. Erstu duglegur að fara Ég er mjög duglegur að fara að sofa eftir minnati. Já, að því að þú náttúrulega þarft ekki Þú hefur eitthvað að sopna fyrir minnati. Já, ég alveg gert það. Það er ekki bara út í bara orulega. Nei, svo detturlega, þú veist, svo sopna ég oft bara við að svæfa og svona. Það var bara einhvern veginn vaknaði bara, ég náði bara að sofa ykkur á 14 tíma. Þú veist, það dettur inn á milli. En þú ert samt ekki þannig vinnu, sko, þú getur alveg fara að sofa eftir minnati. Þú ert ekki, ég sé aldrei mættanirna fyrir fyrsta lagi 12 á hádegi, sko. Ég skrif og svona, mér finnst mjög þægilegt að skrifa á kvöldin. Það finnst mér mjög gott, þegar allir eru farnir upp í og svona. Þetta er að sama Egill gerir í rauninni á mótnana þegar hann vaknar á undan fólki. Sumum finnst þægilegt að gera þetta svona á mótnana eldsnemma, alveg eldsnemma. Eða seint á kvöldin og þetta er mismunandi. Við erum með öfugtveilagir, eða? Já, svo bara, þú veist, snýst þetta bara að opna tölvu og byrja að skrifa. Já. Skiptir einhver mál. En þú ekki, hvernig, þú ekki bara svo nýr eða? Já, ég get ekki verið betri. Hvernig lífið þá eftir að bara búin eins og gerir sumar, rúnta milli bæja og rífa niður yfir buksunar, einhver hjólísi? Nei, ég gerði það reyndar ekki. Nú komnir í haustið, hvernig er nokkar haustið? Ég ætla bara að tala mikið þessar útilegu. Já, ég veit ekki alveg, Egill hefur greinilega aldrei farið í útilegu. Af því í útilegu, þá er það síðast sem þú hugsar það er eitthvað með frúnni, sko. Þú ert bara, þú ert inn á okkur tjaldsvæði, já, bara með familíu, þú ert með fólki sem vinafólki og eitthvað svona. Það síðasta sem þú ert að hugsa það er þetta sem hann er að pæli. Hann pæli mikið. Ég ekki lítið. Þetta er bara svona grínlöst að síðasta. Hann vil meina að þú sért að reyna að haki öll tjaldsvæðin og allt þetta. Nei, bara alls ekki sko. Þetta er bara svona það síðast sem þú hugsa hana. Það sem þú hugsa það er að fá gott spott á tjaldsvæði. Þú hugsa að fá rafmagn. Ég heyrði þetta síðasta föstudag þegar þú talar að geta verið á tjaldvagn með Primus. Ég aldrei grenni jafn mikið þáttur á ævinni sko. Ég ólst hann upp. Mamma og pappi voru bara með Primus. Já, en það var 1995 sko. Já, og það var eitt inn í gamallega lötu á leiðinni. Og sko, ég hef talað með þetta um mömmina. Ég sagði, mannst eftir þessu, þetta var bara svona í gamla þetta. Það var bara, hún þverneita fyrir þetta. Hún segir bara, hvað er það að bulla? Ég gæti trúa að besta content sem við gæti mögulega tekið bara á Instagram þegar þú ert búin að kaupa tjaldvagn að við förum í útilegu The Richards og The Stonies. Shit. Og ég verð ekki með rafmagnið. Nei, sko það ég að laumast í rafmagnið. The Richards and The Stonies væri rosalegt kombo. Já, það er kombo. Við þurfum eiginlega að láta það gera sko. Við þyrstum eiginlega bara að rukka það inn sko. Við þyrstum eiginlega bara að vera með. Þú ert alltaf Rikki er vanari einhvern veginn. Já, það er rukkað. Rikki er mjög vanur, hann er útilegumæður. Ég er svona að reyna að stíga skrifin í þetta. Hvað langt í prinsessuna nýju á King Richie? Upp á dag, 2 mánuðir. 2007 Helviti lífið tíminn maður. 2007 nóf á hún að mæta. Nældur náir ekki tenni í janúar. Mánaða gammal grísling. Þú rusla grísling út á sér mánaða gammal. Nei, alls ekki. Hvað er því? Talaði um 3 mánuðir sko. Nei, þetta er ekki fyrsta ferðin hjá þér. Fórst þú með yfirmælinn mánaða gammal út eitthvað stegu? Nei, alls ekki. Það kemur ekkert óvart og maður bara fæðist í flugvélina. 5 tíma flug. Já, 5 tíma flug með mánaða gammal spatt sem er ekki fara að halda höfðu. Það er ekki líklegt það. Það er svo fyndið, maður man svo lítið eftir þessu sjálfur af því að nú eru komið 5 ár síðan ég var í þessu og ég náttúrulega, þetta var mjög steiktu tími þegar mín yngri fættist af því að ég bara þurfti að sína fólk henni gegnum glugga sko. Það var bara COVID og það mátti enginn koma og þetta var bara mjög galið allt saman sko. En þú veist, ég er bara, manstu hvernig á að skipta á bleiðu, skiljur, þarfst að rifja þetta allt upp. Það er 11 ár sinni var í þessu. Já, þú þarfst að vera að rifja þetta allt upp. Já, þú eru eldsnöggur að rifja það. Já, það kemur strax, sko. Eftir 3 mánuði þá ferði í Sunshine, það er þó líklega að þetta bara... Já, sko, við familjan erum að stefna á bestastæði heimi sem heitir Tenerife, svona í kringum ammæli mitt, 15. mars. Ég þarf að mæta bara aftur þar. Ég verði að sjá Richie skipta kúkablöðum að ég er bara með síkó og bíl. Svo má ekki gleyma því þegar krakkin verður sko er ennþá á bleiu en er farin að borða sömu fæð og þið, skilur. Þá ertu bara farin að skipta á bara eins og var að skipta með að agli sko. Þegar krakkin er orðin, það er bara þannig, þegar þetta er ekki lengur bara ykkur krukkumat og allt þetta dæmi sko, ungbarnatótt. Þegar krakkin er að vera svona krakki og er alveg svona hætt á bleiu bráðlega.
þá ertu farin að taka alvöru bleiður Finna við að strákur, ég held á unga barnum daginn í fyrsta skipti í svona 11 ár Systir konar og maðurinn hennar voru eignast til hamingju með það Ég tók barnið upp og ég hef aldrei óþægilegur á ævinni það er bara, þetta var svona óþægilegt hvernig ég held á því sko. Já, þetta er svo tæn eins og ég svo bara kemur þetta, svo ertu bara fann að vera fattur, það tekur 2 daga sko. Ég held það Þeir eru náttúrulega búinir í þessum pakka sko. Nákvæmlega minn var hendi í glæniðan krakka og ég held á henni bara, ég man ekki eftir að mínu kids hafa verið svona tæni, ég man ekki eftir, án grein sko, búið stenglega með þess ég hef haldið á svona litlum krakka Nei, þetta er mjög fljótt að gleymast en sko, ég meina hættir, við erum ekki herrakliftir Nei Það er bara Ég útiloka ekkert að Style Góða við, ég þarf ekki Góða við, ég þarf ekki herraklippingu sko. Nei Ég meina það króksarar að byrja hætti þriðja Það nokkrir króksarar sem eru scheduled for tally Má ég skúpa því? Ég held ekki sko Ég held bara alls ekki Er blöð eignast þriðja? Nei Getur þú kliftið út? Nei, við erum í beinni útsendingu Þetta er vandamálið að vera ekki í podcastinu Því að í podcastinu getur bara kliftið Eru hjónin blöð og Rakel að eignast annað? Nei, ég veit en ég gætum kliftið út Eru hjónin Nei Við erum best að bara fara í lag eða ekki? Nei, alls ekki Ég veist alltaf að fara í eitthvað annað topping bara Þetta grín, er það máli? Það er bara króksarar sem eru frjóir Það er einu sem ég get sagt Nei! Hvað ert að gera hérna? Ég veit það, ég bara mistið út um bara, guys Þetta er ekki í sjokki Nei, já, þetta er svona eins og þetta er, við gefum ekki upp hvaða króksarar, það er svona 20 króksarar til, sko. Já, fullt af króksarar. Og þetta með Bust Machine. Hættu með og getur. Þetta er bara að bæja félag með 3-4. Ég er að útskýra bara ekkert eðlilega margir króksarar til, sko. Ég ætlar að fara að tala 4.000 króksarar. Hvað ætlar að fara að opna síma, sko, og nefna nöfn. Já, eins og það er. En hérna, nei, drengir, það er gaman að þessu maður, það er stemningi í lofti. Jú, og styttist í haustið og allt þetta. En hefur talandi blöðan hann. Haustið er komið, sko. Er að hann er stattur erlendis Svartfjallalandi Hann er Svartfjallalandi Veitu hvað Svartfjallalandi er á ensku? Montenegro Já, takk Já. Það er bara út af Eurovision hæfileikum mínum Hvernig er Montenegro? Ég aldrei fara á það Richie, þú ferðast mikið Hvernig er það fullur í Montenegro? Montenegro er Já, við skulum orða það þannig Það er ekki mikið í gangi þarna Þetta er kallað þetta shithole Nei, ég fer ekki alveg svo langt En það er ekki mikið í gangi í Montenegro En við hliðina er Serbia og það er skemmtilegt Það er að Svanþór Einarsson Blökið að fara yfir til Serbia þá Sko Svanþór Einarsson eigandi fastinsölu Mosberg Hann fór Eitt af bestu Já Klála á topp 5 á Íslanda Já sko málið er það Ég veit alltaf sko að þeir eru all in í fótboltanum Já Því að Breiðablik fór að spila úti í Svartfjallalandi Og þetta var þannig staða að þú veist þetta var náttúrulega bara einhver svona mömmur og pappar að koma með strákunum sko En það þurfti bara nánast lögreglufylgd inn og út af vellinum Þeir eru ekkert að grínast í fótboltanum og þetta er bara að berja fastegnasalan bara fyrir að mæta og horfa á strákin Hver er Svanþór Einarsson fastegn? En það er ákveðin menningasjokk að fara þarna Því að ef þú ferð inn á veitingastað ef þú ferð inn á casino og whatever Það er reykt eins og strömm Þeir veit ekki hvað nikotínpúðar eru Það er bara sígarettur Og það er ekki komið reykingabann þar 2025 á Íslandi, fólk fáir reykja En gaman að sjá fólk að sík Það er svolítið gaman að segja Ég veit svo mikið um þessa ferð þegar ég átti að vera í þessari ferð Ég veit alltaf Nei, ég beilaði Ástætti esku, alvöru kassi bóði hérna hjá þessu fyrirtæki Nóg til hjá Steinda Ég beilaði ekki, ég átti sem sagt að vera í tökum bara erlendis núna sem var það vikslað og eitthvað svona breyta eins og það er ekki fyrir eftir áramót þannig að við byrjum þetta heima þannig að ég komst ekki í þessa ferð Pétur Jóhann fór fyrir mig en ég veit allavega að þú varst að tala um kasino og sígarettur það er kasino inn á hótelinu í kjallaranum hjá blöðunum Hjá blöð Það þýðir 0 klukkustundur í svefn okkar besta manni hérna nú þetta er hvað ekki fösmál Við erum að tala þú lappar bara út af herbygginu tekur lyftu niður út komin í rúllettu bara þannig að þetta er stór hætt Allir blöð byrja að reykja þarna aftur út eða? Það kem ekki óvart Wolfsblöð þetta takir stöpparna Ég held að hann græði hann er ráðin í gigg náttúrulega hjá Esku
Ég held að sko fer hann í plús eftir kasinóið. Þá leifur þið samt sko að þú ert ráðin í gig og ert komin í kasinó. Þá hugsar ok, bitu, ég er að taka þetta fyrir giggi. Já, með buffer hvað maður tapa. Já, þú einhvern veginn svona. Ferðu heim sléttur. Allt í einu ertu hann að sætta þig bara við það, já. Ég held það. En Pétur, hann hérna, hann ekki gamleir. Pétur ekki, sko, jú, Pétur hann hefur komið í AC-ferð, sko. Pétur hefur alveg gaman að þessu, en ekki nærðu því í líkingu. Hann situr ekki borðið í sólarhring eins og Króksarnir, sko. Hún finnst bara gaman að mæta og taka smá og þú veist, þetta er bara Pétur, skilur þú veist bara gaman að þvælast en blöð getur setið þarna, sko. Gaman að þessu. Herru, það verður rosalegu þáttur í dag eins og alltaf Gilsari, þú ert að sjálfsögðu með spurningakeppni á sínum stað. Hvað er konseptið þar? Í dag er King of Being a Country Boy sem hefur aldrei verið áður. King of Being a Þetta er vel skrítið, sko. Hvað er að vera sveitastrákur? Já, svona, hver er svona meiri sveitastrákur? Er þetta tengt hjólísa-ævintýrinu hans að Rikka? Það lítur eiginlega að vera einhver tenging. Það detti inn eitthvað staðar annað, ég segi ekki sé. Það er ekki tengt í, ég meina Ríkard á heima, hérna bara í 203, Kóp Skæl bróstuðu þar með eitthvað svona luxuskall, sko, luxusheimili, luxusbíll Luxusheimili, nei, ég bý bara í blokk og bara mjög vennilegan Peugeot, sko. En ertu á, hérna, herru, við erum Peugeot bara? Já, maður. Herru, Peugeot er besti bíl. Ég bara vil ekki fara af þessu bíl. Hvað er Peugeot sponsor? Nei, reyndar ekki neitt. Ég borgaði fullt verð fyrir hans. Má maður bara tala um eitthvað sem maður er sponsaði fyrir. Ef ég er bara að rósa bíl þar Minn er búin að reynast mig mjög vel. Þar ég að fá gefingsbíl. Nei, hvernig er þetta? Ég hef bara sýnt kvittanir. Ég fekk ekki eina krónu í afslátt á þessu bíl. Ég hef aldrei fengið krónu í afslátt á einu bílum. Ég kefti BIM á uppsettu verði, sko 2018, sko. Þegar þú varst samt á BIM-anum í hvítubuxunum, það bestir ekki. Það sá Rikki, getur hann komið comeback? Ekki fræðilegur. Af hverju ekki? Ekki fræðilegur. 2018 Rikki, nei. Hann var rosalegur Rikki. Nú er ég bara að vera heiðalur. Já, það er bara ekki hægt. Sérstaklega núna komið golfsettið á aftur í og allt þetta dæmi, sko. Nei, ég geta ekki. Það er bara því meir. Það er svo það er. Þeir voru límdir strákar við golf, hérna. Ég þarf að fá skýslum á þetta. Nú ég er nýbyrjar í golf. Ég byrja í apríl í golfi. Aldrei haldið á kilvu aðeins minni fyrir bara í apríl, basically. Og Rikki var að skóla með hann, ég var að fatta hvernig við erum búin að vera missing out stóni, þetta er það gott sjónasefni núna, þetta rætir koncept, þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt og ég hugsa, hvað er við búin að gera allir þessi ár? Idiots og Rikki er sérfræðar, það er mikil sérfræðar, hann er að lýsa rætirnum á sunnudaginn. Þannig að ég hann er að fá skýslu, ég hef öll mín bett komið gegnum Richie núna. Sko það næsta sem ég kemst golfi eins og stænir í dag, það er bara ég spilaði golfleiki í PlayStation, þeir voru alltaf góðir, sko. Það er bara ekki að sama stóni og hatt á kilvu, sko. Ég er að segja bara, þú veist að þeir voru segur þar, já, það gæti skila sér. Já, þeir didn't suck, skilu. Þú veist, bara góð, skilu. Já, en svona er þetta. Herru, ég ætla að henda ykkur í þekki eða ekki. Þið þekkist nú nokkuð vel. Já. Þetta er rosalega að sjá þetta háraðast. Ég veit að það er erfitt að horfa ekki frá þessu. Það er bara rétt hjá þér. Og það sem pyrra mig ekkert aðeinslega mikið, allir á Íslandi sem ekki klippa sig í eitthvað hálft ár eru ógeðslegir, svo er hann bara eins og okkar helvitis Calvin Klein mótil. Það gerir mig aðeinslega pyrrað. Það er bara ekki rétt, sko. Það er huggalast að hár séð séð. Það er bara alls ekki rétt. Og þetta er ósækja, þú er bara vel með fólk. Hvað er bara að spara þig mikið í klippingar nú? Ég reyndar var ekkert mikið í klippingu, sko. Ég fór í klippingu bara einu sinni á mánaða fresti að tvekja mánaða fresti. Hárið sleikt aftur núna undir headphone-um. Ég aldrei séð svona bull, sko. Akkur ertu með svona þykkt hár? Er pappið með svona þykkt hár eða? Ég held ég sé nú ekkert með sérstaklega þykkt hár. Ég er nú bara með sítt hár. Það er geðveikt, sko. En hérna yfirvaraskegg og sítt hár, sko. Ég er ekki með yfirvaraskegg heldur. Þetta er mikið af rángfæslum í gangi þetta. En ég er að safna þessu hári og ég klippi mig einhvern tímann í mars á næsta ári. Herru, en ég ætla að henda ykkur í kórekari nær líka. Já. Það er nýr liður hérna hjá okkur blömmunum og ég ætla að taka hann í dag. Já, það er skemmtilegur liður. Já, hann er skemmtilegur liður. Hvernig að Rikki sé segur í honum? Með grunn hann er bara líka. Ég ömulur í honum, stendi búin að taka mig og svo pakka mig saman. Já, þú varst samt að koma tilbaka. Ég fyrsta skipti verið góður. Já, en ég held að Rikki. Svo ég er búin að vera með þetta skammar til það. Já, Rikki, þú getur verið mjög góður í honum. Og svo ætlar Halldór Gylfason, Dóri Gylfa, stórleikari að mæta þetta meistari sem er að gera eðlilega fyndin. Já, ekkert eðlilega fyndin og er að fara á kostum í seríunni Berján sem er núna í Þú veit að fara á kostum, ég er búin að sjá fyrstu 3 þættina. Stóni, þú leikur helviti skemmtilegan karakter. Já, ég er svona frábær Stóni. Helviti meðvirku karakter. Það er ekki hægt að finna meðvirkari bara að ég reynda var nú ekkit rosalega erfitt að fara, þetta var ekki það djúptur að fara í þennan því að ég er meðvirku fyrir, sko. Ég þurfti bara íkja það svolítið. En hann ætlar að koma og hann er hérna og hann er að leiða seríuna og fólk virðist að taka mjög vilji, þannig að það verður gaman að fá hann og spjalla hans við hann.
Heldur betur, ég held við þurfum að koma þess að stað FM 95 blöð til klukkan 6. Förum í slúðrið hér eftir smá stund og svo algjöru veisla. Topp tónlistarstöðin FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957. Var það 50 sekundar lag? Þetta var heldur stutt lag en gott lag. Augnablik með Clubbed Up og Clubbed Up er frábær. Það er bara þannig. Það tekur ekki fössar oftar. Maður sem þú dansaði fyrir mér hlutan G.F. Victoria, þannig að fössardansinn. Nei, maður ekki eftir því. Gimme, svo tóktu sporið. Fuck yeah, maður svo dansaður, klappaður. Ég á þetta vídeo. Ég á svolítið Rikka inni eftir 2 jagar á mótnarna hann úti. Já. Tenir ekki langbesti Rikkin. Já. Rennur ekki á hann. Já, við ekki að fara í hérna slúrið. Já. Herru, Michael Douglas og Catherine Zeta-Jones. Þau eru náttúrulega hérna gift. Þau eru ennþá gift. Já. Eru þau ekki búin að vera gift bara alla ævi? Jú, helviti lengi. En það sem er skemmtilega við það, þau eru ammæli sama dag. Það er sérst sama ammælistagi. Michael Douglas var 81 árs sem sagt í gær. Hefur séð Wall Street með Michael Douglas. Já, það er góð mynd maður. En hafið séð Charlie Sheen í þeirri mynd. Þeir eru búin að sjá Charlie Sheen heimildar myndina á Netflix. Ég er búin að sjá hana. Hvernig er sá gæi á lífi í dag? Það er eiginlega hálf ótrúlegt að hann sé á lífi, án gríns. Þú veist, það er bara rannsaka. Það kann að party. Keislan var raunverulega hjá honum, það er bara nokkuð ljóst. Við vorum einmitt að tala um þetta daginn því að hann er að tala svolítið, hann fer ekkert mikið í það og ég er ekki að spoila neina, hann talar aðeins um að einhver fyllir með Nicolas Cage sko. og hérna, Cage-arinn er ekki í myndinni, hann hefur afþakkað það boð að koma í stólinn og ræði þetta mál. En hann er í myndinni vorum og veltaði fyrir okkur svona hvernig menn takk í þetta sko. Ég er með grunn Nicolas Cage, það getur verið mjög ánægð með þetta sko. Af því að Charlie Sheen hefði ógeðslega auðveldlega geta verið bara ég var í kistlu og var að keyra í mig en hann hefði ekki þurft að bæta við heima hjá Cage. Ég var þar, þú veist, af því að það er alveg eina sem kemur fram sko. En allavega, þetta er svona gott dæmi hvað heimurinn er leiðilegur. Sérst, Michael Douglas, hann er orðinn 81 árs, hann er eðlilega farin að svona gleyma hlutum og svona, þú veist. Já, ég menn hann er komin yfir með hann sem sagt hendi í kveðju á Instagram og sagði sem sagt var að ammæli systir. Já, bara kalla hana ammæli systir sína og hérna og svo fekk hann fullt að heiti til ammæli systir minna, fíli gleði. Er þetta ekki konaðinn, ekki systir? Jésús. Herðu, ég verið að segja það. Já, og svo kemur einn, þetta er konans, ekki systir hans, skrifar einn. Kallar þau eiginkonuna systur? Var þetta á Facebook eða gramminu? Nei, á gramminu. Já. Hann var bara að fá fullt að heiti að því hann sagði birthday sister. Já. Ég er gaman að svona kveðjum. Manstu þegar að Brian Ecclepen kom með afmæliskveðju á frúna og sagði að hann var ekkert eðlilega góð í rúmunu. Manstu þið því það? Það var kveðja. Það var einhver rosalasta kveðja sem ég hef séð, ég er að finna hana. Muni eftir henni? Nei, ég veit ekki, þarftu eitthvað að finna hana? Já, ég hef aldrei séð svona kveðju sko. Þetta er bara ásti mín á afmæli dag og hún er frábær og svo er hún geðsjúk í doggi. Bara svona, svo kom bætti bara laumaði því inn. Sagði það náttúrulega ekki sko. Ég er ekki að hafa þetta byrja málmaður svo að finna. Hvað er svo höfðing í það? Hann görði ekki að vinna á FM. Hann sagði ekki geðsjúk í doggi sko. Hann sagði það ekki. Já, en þessi afmæliskveðja frá Douglasnum. Já. Mér finnst hún ekkert skrítin. Nei. Þetta er bara, hann er basically að segja bara besti vinur minn og ammali líka. Ammali sýstir og bara þetta er svona gott dæmi. Hættum að vera svona leiðileg. Já. Er það ekki? Já, ég meina ég ekki voru við þrýra að kommenta eitthvað leiðindu til þetta. Nei. Við bara leiðum þess að vera. Herru, Sacha Baron Cohen eða Borat, Bruno, Ali G. Hver er uppáhaldskarakterinn að þessum þremur stóni? Ég hugsanlega Ali G sko. Hver er Bruno? Svona, af því að þú veist, ég horfði svo mikið á Ali G því ég var bara yngri sko. En jú, allir karakterinn eru góðir hjá hann. Herru, hann er sem sagt virðistur að koma yfir skilnaðinn við Isla Fisher, skildi við hana. Hann er sem sagt komin, hann er 54 ára. Hann sem sagt er komin með eina 27 ára OnlyFans stjörnu undir arminn sem heitir Hanna Palmer. Já, Hanna Palmer. Já, og þau eru hérna skelli hlægjandi og hann virðist verið í skíunum. Já. Er það ekki? Jú. Já. Það er bara nýtt par hérna. Ná. Ég þarf að finna sko kveðjuna þarna frá
Og Brian, Þú sko, að finna hana? Þú þarft ekki að finna hana. Af hverju þetta reyna að finna hana? Ég held þú út af því þetta er besta kveðið sem ég lesu á æðu minni, sko, á Facebook, sko. Ég bara, ég næ ekki að finna það. Hvar er hún? Já, ég held að Hlýtur að vera eitthvað. Haldið þið bara að tala með Þetta er bara ógeðslega óþægilegt, sko. Þú varst ekki með þetta nokkurn veginn. Já, með þetta eiginlega sirka, það var svona gaman að hafa þetta upp á 10 en ekki verið að bulla, sko. Herðu og í lokin Rihanna og A$AP Rocky þau voru eignast í 3. barn. Já. Það ekkert að gerast hjá Rihannu. Það var eitthvað að koma eitthvað nýtt lag út með núna Það er ekki frá tour, er það Manure? Sko, maður er alltaf að sjá eitthvað að túra auglista með hinum og þessum sem er náttúrulega bara AI er mætt, sko, og það er alltaf að koma. Þú veist, hafið ekki séð að búið að auðlýsa túr núna með Dre og Snoop og Eminem og 50 Cent og allir saman og þú veist, það er alltaf að vera auðlýsa ykkur túra, þannig að ég held að það gæti hafa verið eitthvað svoleiðis en ég, Var það, ok ég væri til í að fara á tónleika með Rihannu. Já, samanlega, það var gigs og maður sænaði á núleitni. Já, djöfull var það var gaman að Hún bara þarf ekki í máli, hún er bara að raka svo rosalinn á svona öðrum business en tónlist, hún raka nóinn þar og hún einhvern veginn hugsa, akkur er að vera að smíða ykkur lög hérna orðin billionaire. Já, sko, ég held að ég held hún sé að fá mun meiri tekjur annars staðar frá en ég meina ef það er eitthvað passion og svona og hendur í ykkur lög það bara endilega deila þeim. Það ekki? Já, ég myndi segja það. En ertu ekki með eitthvað Kölkin eða? Nei, ég hef nú ekki. Er hann þá á lífi eða? Hann lífi? Já, hann er ekki búin að hreinsa sig upp. Hann er búin að hreinsa sig upp, sko, það er alltaf frétt á hann, sko. Svo Kurt Russell og fleiri, það er fullt af mönnum hann úti. Já, ég ætla að sleppa því. Ég er að fara að henda ykkur í Þekkið það ekki strax eftir þessar auglýsingar. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 Föstudagurinn 27. september Fyrsta haustlægðin en hún er að ganga niður Hér á FM Fyrsta haustlægðin, sko. Ógeðslega land sem við búum á, sko. Já, við erum bara að fara Er ekki sagt í Game of Thrones Winter is coming Maður bara til garði í morgun að taka drasl og pöllur og svona og setja inn Hvernig gekkstu frá þessu? Hvernig? Ekki vel Inn í skúr, eða ekki? Hendur þessu bara einhvern veginn inn í skúr og settur þetta ekki í kassa og raðar þessu upp Nei, ég á engan kassa og raða þessu ekki upp heldur Ég er bara basically að bjarga þessu Ég seti þetta bara út aftur núna eftir þátt Herru, við erum að fara í Þekkið það ekki og við fáum að sjálfsögðu þetta undir hvor eitthvað vill sitja eða byrja Spurning hvort að ég fá að henda mig bara á prentaran Hendur á prentaran Klósett í leiðinni Þú ert oft fyrstur á prentaran og hendur á Já Ég ætla að henda ykkur í þetta drengir Steindi ætlar að færa sig út Hann er að fara að hægja sér Richard Við þurfum að vera lengi Ok Og það er mjög lengi að hægja sér, sko Já, og öllu vinum er engin lengri en hann, sko Tekur mikið að svita skemmi 12 líka til 80 mínútur myndi segja svona average, sko Það er rosalegt Það er rosalegt Gilsari, fyrsta spurning Þegar þú sérð fallegan kvenmann Ok Hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir í far hennar? Ok Þegar þú sér fallegan kvenmann Já, hvað svona tekur þú helst fyrst eftir? Ég myndi halda að mér finnst alltaf huggulegt bros vera svona sem grípur augað og sjálfstöðs líka Ok, en voru samt eiginlega að koma samt með eitt svar Út af því að þú veist ef þú ert huggulegur eða hugguleg og ert með fílusvip það horfir enginn á þig Nei og þetta er svo Sexy Roo sem er huggulegt til kallnaði sem ekki bara í Íslandi en í heimi ef hann er lítið díser með fílusvip einn sexy og hann horfir enginn á hann en þegar sé Sexy Roo það hann er svona skellir hlægjandi hann tekur nokkar myndir og hann er svona grenjandi úr hlátri og sé það skjanna, hvíta tennur, kaffibrún það er grenjandi úr hlátri þá er allir bara wow, Sexy Roo er huggulegur Ertu bara að segja bros? Já, þetta er bros, ég má ekki segja bæði Nei En ef ég er í gýr og hann segir annarkvort og ég er góð við stenda þetta Ok, bros eða sjálfströst Ok, skrifa það, ég gef þér það Takk Sjálfströst Já, hann fær rétt fyrir það þá Næsta spurning, Gilsari Þú ert einkaþjálfari, þú ert útvarpsmaður, þú ert DJ En ef þú yrðir að breyta alveg career og sérst, yrðir að breyta þér í iðnaðmann hvað iðngrein myndir þú læra og halda að verið geggjaður í sérst, þú myndir bara geta gert career
Þú veist eitthvað minnst iðnaðarmaður sem veitum en hvaða iðngrein yrði það? Þú þarf alltaf bara á hreinskilin, ég er ekki geggjaður í neinni. Það er alveg á hreinu. Já, en svona sem þú getur plummað í. Sko ég prófaði einu svona bleiksmiður og ég var, líklega slakastur bleiksmiður sem við Íslendingar höfum átt. Og ég mála líka, þú veist, þegar ég mála, þú veist hvað það er. Ég er að reyna að mála vel, það er hreinu. Ég er að reyna að gera það besta. Það þarf alltaf að hringi bara í málara, að mála ekki eftir mig. Laga eftir þig. Ég er en idiot sandwich í öllu þessu. Ok. Þannig að ég myndi halda, eða vel einhver yðgrein svona, ég geti svona einhvern semi-plumma mig í. Aldrei geggjaður, sko, glemdu því. Ég segi rafvirki. Rafvirki? Já. Þú vilt fá smá stöð. Þú veist, ég get ekki verið pípari í miður. Blikkar, ég er búin að reyna það. Ég er ömurlegur málari. Ég get ekki hengt upp mynd, skiluru. Ég er ekki að vera smiður. Ég er svona, ég elskar rafmagn. Ég get ekki verið með símana. Ég var ekki til rafmagn. Já, það er alveg rétt. Ég elskar að horfa á sjónvarp líka og allt sem, ég elskar rafmagn. Ok, rafvirki. Rafmagnið fór á núna af húsinu mínu bara í fyrradag. Húsinu fyrir ekki fjölbýliskómur sko íbúðinni. Líf mitt fór á hliðina þess að 2-3 mínútur. Já. Það var alveg vesen. Þú verður til að vera rafvirki. Já. Og myndir halda og myndi geti plummað í. Nei. En þú veist, ég er slakast í rafvirkin. Já, ég veist en spurningin er, hvað heldur þú gæti plummað í? En þú veist hvað, erfitt að vera rafvirki að það er ekki? Ég veit það. Ef þú ert lélegur rafvirki, það er alltaf hreint í þig samt. Já, mennar. Þú veist, ég fæ vinnu, það er bara svona, hörðu, ok, það er lélegasti gæinn er eini sem er laus, við verðum bara að fá hann. Skilur hvað við? Já. Þannig að það er rafvirki. Þriðja, hvað finnst þér vera mest ósexy við sjálfan þig? Ok. Fyrir utan augnlokin í dag, en bara svona yfir höfuð. Já, ég er með shiner á báðum í dag, sko. Já, en svona bara yfir höfuð. Góð spurning, já, Rich. Þetta má vera hvað sem er. Þetta má vera eitthvað líkalegt eða bara eitthvað hegðun og tengt. Já, skiptir engum máli. Bara, hvað finnst þér vera svona pínu ósexy við sjálfan þig? Þú veist, ég get sagt mitt, þú veist, minnst ég oft borðin svo villimaður. Ég er að reyna að laga það. Já, líka, þú sleikjur að puttana og reku við og rópar allt í einu, sko. Nei, herru, ég var bara... Hvernig getur rekið við og rópað á sömu sekundu? Nei, að ég hef ekki gert það, þetta er bara lygi. En ég borða stundum eins og villimaður. Ég viðurkenni það er svolítið ósexy. En þú veist hvert ég er að fara með þessu. Sko, þegar ég var nerrukast, ég lendi reglulega því, einhvern að díla við það sem að hlusta. Ég var nerra svona 60-90 sunnum í röð, ég ræði ekki það. Veistu það ósexy við það? Að þú nerrar á mikið. Steindir aldrei að giska á það, sko. Nei, sko, ok, það sé líka annað sem er ósexy, sem er hann að venja mig af. Það er að ég hendi fötum á gólfið heima. Það er ekki sexy og ég er að vinna í því, ég er í vinnu með það, sjálfsvinnu, ég gleymi stundum og mér finnst það ekki sexy. Þegar þú hendir fötum á gólfið? Já, hann leiðir, ég er góð við stenda, hann giskar ekki á nerri, það geti giskað á fötum á gólfið. Fötum á gólfið, ok, herru, þá er að síða spurning og það er í rauninni hvor ykkar. Og ég spyr, þetta er bara 50-50, hvor ykkar myndi plumma sig betur og halinn fleiri áskriftum á OnlyFans ef þið þyrftu að opna þá síðu? Ok. Sko þetta er svolítið tricky. Þegar sko hann er með þetta hár sem hann er þetta. Við séð hárið á honum. Því miður, já. Já, sko, og þetta yfirvaraskegg. Já, en sko ef við tökum það bara út fyrir bankan og Steindi búin að sjæna sig til. Já. Sko ég, sko, ok, nú er ég þú veist, þú ert alltaf bodybuilder. Nú er 8% fita í dag og í standi og það myndi segja, einhver myndi segja kannski, það myndi performa vel á OnlyFans en ég er þið bara sterkur og eiginlega einungis 95% á kallmennum. Ég er þið gay, veist, ég myndi veist að það er kannski 5% konur, 95% gæjar. Já, ok. Ég labba eins og gegnum Sitges á Spáni og ég hef aldrei fengið bara þá veist, ég hef mikla athygli á aðeiminn og það var flautað og ég var eldur og það var starað á mig. Ok. Þannig að sko ég er því en þá er spurningin ég er að spyrja, myndið þú plummaði betur að Steindi að hann þú? En þá er ég velta fyrir mér, ef ég er bara með kallmenn Steindi hakar í bæði bóksin þegar kallmenn elskar yfirvaraskegg. Ég lofa að hann er vinsæll hjá þeim og hjá konum. Þannig að ég held að því miður Það þarf að gefa Stóni þetta? Já, ég held að bara, veist, ég er bara með kallmenn, hann er með bæði en ég held að Steindi myndi pakka mig saman. Herru, Gilsi drullaður út og kallaði í Stóni. Takk fyrir það. Hreinskili svar og hreinskili svör hjá Gilsarunum.
Þá kemur Steinþór Róar hér inn, búin að svara. Gilsan gerði þetta bara nokkur hratt í þetta skiptið. Já. Steindi, ég ætla bara að byrja strax. Fyrsta spurning. Þegar þú sér fallegan kvenmann, hvað er svona það fyrsta sem þú tekur eftir í fari hennar? Og ég veit náttúrulega þú ert giftur og ég sagði við Gilsan líka, en fallegi kvenmenn eru bara fallegi kvenmenn. En hvað er svona það fyrsta sem þú tekur eftir? Ég held að það eru augun. Augun. Af hverju? Ég held að það sé bara fyrsta sem ég taki eftir bara öllu fólki. Svona, já, gerir maður það ekki? Ég veit það ekki. Það er alltaf sem ég dætt í hug. Hvað varst að leita eftir einhver öðru? Nei, alls ekki, sko. Ég er bara svona augun, bara svona, horfur augun á mér, þú heitti mig í fyrst skiptið? Já, pottjætt. Já. Ég er ekki að stara í augun á fólki. Nei. En þú veist, maður tekur eftir augum á fólki. Fallegu kvenmaður og það er augun. Já, það ekki. Herru, jæja. Við förum í nummer 2. Ef þú yrðir að breyta alveg career, þú veist, standaði frábæla í Brjánn-seríunni, frábær leikari, frábær útvarpsmaður, frábær skemmtikraftur. Takk hérlega. Frábær maður yfir höfuð. Takk. En þú yrðir að breyta alveg career. Já. Og þú yrðir að breyta þér í iðnaðarmann. Hvað iðngrein myndir þú læra og halda á myndi plumma þig í? Og þetta yrði að vera bara basically lifibrauðið þitt. Sko, ég hef náttúrulega verið í þessu, sko. Nú? Já. Í hverju? Ég bara nánast öllu, sko. Öllu? Þannig, já, ykkur tíman. Ég hef aldrei heyrt það. Ég hef heyrt því svona sundlegavörð og... Já, ég var málar í 5 ár. Hæ? Ég var málar í 5 ár. Varst það mála? Í 5 ár. Ég er með fullt af sögu. Ok, ég er búin að þekkja í helvíti langa tíma. Ég hef aldrei heyrt þetta. Jú, ég hekk fram að Stillans bara í krummahólunum og næstu í dottinn og allt í rulli og hérna, og ég var mikið að þegar var að vera að byggja upp gravarholtið, þá var ég mjög mikið bara íbúð og heil upp, sko, fólk í gravarholtið býr og íbúð sem ég málaði, sko. Já. Þetta er stórt. Svo reyndar, hérna, var ég einu sinni líka við að, sko, var að vinna parkettleggja. Ok. Og þannig þú ert búin að vera í þessu öllu? Ég parkettlæði meðal annars, sko, ekki bara ég, en ég var svona með í því að parkettlægja allir með svo orkuveituhúsi sem að mjög lagalt. Það var skemmt. Alltaf að segja málari, að ég, sko, Egill alltaf að segja tvennt, ég bannaði það. Það með að þú veist Ég myndi segja að svo var ég að vinna líka hjá íslenskum aðalverktugum. Ok. Svona aðalega bara eitthvað að snáðast, sko, fela mig, sko. En ég myndi segja að ég væri að mála. Ég kann að mála og hérna ekkert sérstaklega góður, sko. Ég bara að redda mér og ef ég fæ eitt pördi pensil og þá get ég skorið ágætlega og gert þetta, sko. Málari, staðfest 3. Hvað finnst þér vera svona mest ósexy við sjálfan þig? Að þínu mati? Ég sagði við Egil áðan, ég borða stundum með svo villimaður, mér finnst það pínu ósexy við mig. Veist alveg hvert ég er að fara? Já, ég hugsa að ég taki það nefnilega líka. Það er ekki kannski kvöldmaturinn eða morgumatur eða svoleiðis, sko. Nei. Það er að ég á það til að fara og standa á beit, sko. Já. Og þetta er yfirleitt svona bara milli kannski 5 og 7. Ekki komið kvöldmatur. Nei. Það stendi stundum í símanum og... Þú ert hangry. Já, nei, ég er bara stundum í símtali og stundum að ég ryksuga bara heila saltstangir á ég stend bara á beit, ég klára í rauninni bara þegar þú borðar. Já, stundum er ég bara í símanum og er ekkert að pæla í þessu, ég er bara að labba í símanum, ég labba alltaf í símanum, labba og er að spjalla og allt er ég bara búin að borða heila kekspakka. Ok. Þannig að það mér rauninni bara þú borðar. Já, nei, ekki alveg. Við þurfum samt að hafa þetta eitthvað. Já, ég skilji, jú, ok. Þá er það, þegar ég tek upp á þessu there's nothing nice about it, sko. Þá stend ég bara að vera guff í mig og stundum fæ ég bara svona pikk, bara, heyrðu, það er matur bara til klukktíma, sko. Herðu, síðasta spurningin er hvor ykkar, spurði líka Gilsarinn þessu, hvor ykkar myndi plumma sig betur og halin fleiri áskriftum á OnlyFans eða yrði að stofna slíkan reikning? Hvor okkar væri að fá fleiri áskriftir hana? Já. Þetta var svona svo spurning sem Gilsarinn staldraði lengst við. Já. Ég veit svarið hans. Ég veit hvað hann mun segja. Ég fæ stig þarna. Aha. Já. Ok. Þú veist, ég held að þetta ég get nú ekki ímynda mér að það er mikil sala. Á þér? Já, jú, þú veist með þetta bear look og þú veist andlitsfríður og... Já.
Þú veist, og sérstaklega með þetta hár og yfirvaraskegg, ég held að það þið helvíti, Já það sel. Ég veit það ekki, sko Nei, Ég hugsa að þetta sé nú frekar Egil, sko Þú giska á Gilsan? Já, hann svona massaður og eitthvað svona það samt inn í dag? Ég veit það ekki, menn að þú veist ekki hugmynd, sko Ég svona myndi halda að væri svona kannski aðeins meira áhugi fyrir því Ok, þú ætlar að segja Gilsan? Já, ég veit ekki, ég held bara að þetta myndi ekki slá í gegn hjá hvorum, sko, við varum ekki Ég eðlilega, en ég er bara kór. Já, ég skilji, ég ætla að segja hann Þú ætlar að segja hann? Já. Herru, náðu Gilsanan, við ætlum að fara yfir svörin hér. Þeir eru búin að svara drenginir. Það tók bara nokkuð snöggan tíma í þetta skiptið. Nei, Gilsanan kemur hér inn og þið bara afgreiðu þetta nokkuð fljótt. Var ég ekki bara sneggrill? Ég held það Þetta var Nei, mjög þú varst frekar hægur held ég Herru, við ætlum að byrja. Fyrsta spurningi var þegar þú sérð fallegan kvenmann, svona hvað er það fyrsta sem þú tekur eftir í fari hennar? Steindi, hvað heldur að Egill hafi sagt þar? Ég ætla að segja að Egill hafi sagt að því að mér langaði líka svolítið að segja þetta ég ætla að segja að þetta að hann hafi svarað því að þetta sé brosið brosið Loka svar. síðan Dóri Gylfa er mættur í kaffi er kongur. að loka svar Þetta er tímalega Það er rétt! takk fyrir Hann sagði bros eða sjálfstraust. Hann hefði gefið rétt fyrir bæði. Já, en þú sagði en sjálfstraust það er mjög erfitt að sjá það eða ekki Já, samt og sérðarlega ykkur með sjálfstöld eða lítið lýsir já Stóni komin á blað með fílusvip eða kassin úti og já, það er að setja langa leiðir sko. En Gilsari, hvað heldur þú að Stóni hafi sagt? Þetta er trikki út af því að þetta er svolítið hérna var hann hreinskýrin eða laugan það er svolítið þetta Kemur listi? Nei, það er bara Ég átti alveg vonaði Nei, sko það sé að velta fyrir mig bara Segðu það bara Sko ég veit rétta svar Já, En við erum að spila Og hvað er leik rétta svarið? Við erum að spila leik Já. sem því að ég vil alltaf jafna þetta Nú er eitt og lifir Og hvað er Ef rétta ég svarið? segi rétta svarið þá fæ ég maður ekki punkt En hvað er rétt að svarið? Rétta svarið er blöðrur Það er bara Og bara það að nota þetta orð sko er alveg skrítið sko Ég skal segja það illa. Hann sagði það ekki. Hann sagði ekki blöður. Það gæti ekki verið henskilin Já. Ég var ekkert nema henskilin á það sjálfur Og segir ekki verið blöðrur Já, ok Það skammast ég fyrir sko Mér finnst þú Þetta er meira- líka gæja maður hlusta þegar við erum blöðrukallar sko Mér finnst þú frekar bara að vera einhvern veginn að koma upp með sjálfa og setja ljú í þessu Hvað mennur þau? Ha? Hann sagði ekki blöður. Var ég búinn að læsa þetta svar inni? Nei, ég bara segi. Jú, Þannig þetta er læst ég er nokkuð vissum að þetta sé ekki rétt svar sko. Snertum maður, hreyðum maður Ok, fuck it Já. Ég segi blöðrur Það er rámt. Sagði hann blöður? Augun. Augun? Hvað mennur þau? Heldur hann að vera að ljúga því eða? Það var það fyrst sem við horfum á allt Augu að brosi bara 50-50 betta það Heldur hann að Gleðið mig Heldur hann að vera að ljúga því Það er að eða? segja Dóri Gylfi Ok, valdtempói. Herðu, Steindi, ég spyr þig Nei, Egill, ég ætla að spyrja þig núna. Þú byrja núna. Það er 1-0. Ef að Steindi þyrfti að breyta career og breyta sér í iðnaðarmann, hvaða iðnaðarmaður yrði hann Já, þetta og myndi er- pluma sig? Já, þetta er mjög einfalt svar Hann er ekkert eðlilega góður málari Hann er bara, hann getur málað þetta stúdíó bara á En af hverju veist hann sé svona korteri. góðum málum? Og hann er bara, hann er málari Hann var málari sem gerðist grínisti Hann er bara, hann er iðnaðarmaður í rauninni, sko Og ef hann væri ekki grínisti Þá væri hann málari, ég get lofa því Þetta er rétt svar! Gilsan er komin á blað. Gilsan er komin á blað. Hvað Vá, heldur þú að hvað Gilsan þetta hafi var sagt? Já, Steindi. sko, ég veit að pappans hefur alltaf verið og var alltaf blikksmiður Þannig að eðlilega held ég að Egill hafi nú ekkert að mætt og tekið einhver sumur og unnið eitthvað hjá gamla. Einhverja vaktir. Þannig að það hlýtur að vera blikkari Leiksmiður. Það Lókasar? Já. Það er rámt. Ég var Rafvirki. Ég var ekkert eðlilega slakur blikkari, sko En byrju, hvað meinar þú? Ferða úr því svo kanti yfir í að fara bara að tengja hvað ég ég segi, ég prófaði að vera blikksmiður og ég saug í því Ég veit það alveg en Ég get ekki sagt það þá Nei, ég menna myndir ekki freka geta leita þá í viskuna hans og Já, veist, hann er samt góður í öllu Hann getur potið bara góður rafvirki líka, sko Rafvirki? Þú sagði Eiríkur, okkar besti maður hérna
fóstupappi Gurri er líka rafviski, þannig ég er vel tengdur þar, ég getur ekki aðstofa ég sko, veistu hvað að þjálfa Vel margar tengdur rafviski þar, það er orðalíkur hérna það er margir rafvirkar sem eru kringum mér sko Já, allavega Herru, það er 1-1 Stóni, þú byrjar núna Ég spurði Gilsarinn hvað honum finnist vera mest ósexy við sjálfan sig. Hvað heldur að Gilsarinn hafi sagt þar? Einmitt Sko Ég verð að fá að vita, er þetta svar eitthvað bara í dag á þessum föstudegi eða alltaf? Bara yfir höfuð? Þetta tengist ekki þessu aðgerð sér Nei, það tengist því ekki. Bara svona yfir höfuð. Ég er ekki ósækjart Hann er mjög sanngjarn. Ég er ekki að svíkja því þessu Þetta er bara svona yfir höfuð hjá honum. Ok, þá held ég að það sé mest ósexy hans mati, í hans fari vera að því að ég veit að það fer ekkert eðlilega í taugarnar á frunni að þegar hann setur íþróttatöskunar á gólfið og gengur ekki frá þessu. Erst hann bara að henda fötum á gólfið? Já, hann er Ég þóli ekki hvað hann er segur í þessu motherfucker hann les mér það svo opna bók Já, hann er búin að leggja lítið Hvernig gastu þetta? Steinþór komin aftur í fórustu Gilsari. You desperately need a point. Ég veit það maður Hvað heldur að Steinda finnst vera mest ósexy við sjálfan sig? Ef ég þekki minn mann rétt núna þá kemur listin Nú er það að koma sko, nú veltur hann steinum Nei Já, en hann þarf að enda með eitt svar. Þú ert náttúrulega bara óvinnu huggulegu maður Steindi. Og það er sér að segja og þú veist, plúst, þér finnst þú ekkert ósexy þér finnst þú bara frekar bara heiltið meðaltal bara huggulegu gæi sem hann er Það fer eftir náttúrulega dögum ef við erum að leiðina á gott herrakvöld og við erum komin í jakkafötin og búin að greiða okkur og svona getur maður alveg átt eitthvað inni og það er ekkert ykkur hegðun þinni sem þú veist ósexy þú ert ekkert að díla það saman og ég glemur stundum ykkur fötum á gólunum og dílar ekki við neitt að því sko þannig að þetta er útlitstengt hjá þér sko frekar hegðunartengt myndi ég halda þannig að sko ég er ekki að tala um að þegar þú vaknar og potar í andlitaður í speglinu það er samt, ég er ekki vissum að sagt það samt Ég er hættu því Er það potið þú ert að horfa í spegl? Ég sá þig gera það bara svona mestalega 2 vikur síðan Það er ógeðslega förðulegt Já, ég gerði það undaginn náttúr Sko ég er bara steindu alltaf í vesin hana hann bara gæti ekki nefn eitt og þurft að nefna eitthvað ég ætla að segja þannig er staðan út að þurft að nefna eitthvað þá hann bara farið í kviðin og klassist kviðin á hann það er vesin sem hann hún finnst mægin á sér mest ósexy við sjálf ég þarf að svara spurningakenni sko hvað ég að segja það því mér ekki rétt Gott gísk þegar hann borðar en bara svona hvernig hann borðar Já sko aðalega þú bara frekar góða borðsið Já ég er með góða borðsið þess vegna sagði ég við eitthvað það er svolítið unfair að segja bara borða mjög unfair sko við verðum auðvelda en málið er ég fer á beit Samur ekki ég milli 5 og 7 þá get ég farið stundum á beit þá fer að leita í skápana finna saltangir og allt þetta Já bara ef ég er í símanum Já þetta meina þú að narta í millimál og treður í þig hlutum Já og ég er í símanum ég skal hvernig það allt í hennar er búin í símanum og herru ég átti hennar kekspakka ég er ekkert að fatta Nei Herru Gilsari ég ætla að byrja á að spyrja þig ég endaði á Kórekar myndi plumma sig betur og halinn fleiri áskriftum á OnlyFans Hvað heldur að Steindi hafi sagt? Er jafntefli fyrir þessu spurning? Nei 2-1 fyrir þér sko Gilsari getur jafnað en að ferðina því maður niðurlaður í þessum já ég get náði punkt nei þú getur jafnað Já ég er að tala náði punkt heitir það sko ég held ég að fengi hóvar að Steinda þarna þú veist hann downplaya sig þarna þessu aðstæðum og hérna og líklega kom eitthvað inn á það að ég sé í gimminu og góðu formi og bla 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 eitthvað þú veist meðan stífan og í góðu standi hann sagði alls ekki stífan samt sko þú veist og hérna það var alls ekki orð frá Steinda sko en sko ég held hann að downplaya sig þarna hann tala allt sér þessu hestljótu sem er ekkert aðeins högguleg, ég þóla það ekki þannig að sko heldur hann að gefi þér þetta? Ég held hann að gefi mér þetta og sem er rámt en hann gaf mér þetta Þú erum að jafna Það er 2-2 Steindi getur tekið sigurinn Hvað heldur að Gilsarinn hafi sagt? Ég sáttu við jafnir En máli er að það sem Egill gerir þarna er hann talar af sér hann segir þú veist hann hefur valið mig sem er ekki rétt og allt þetta þannig að nú veit ég að hann valdi mig þannig að ég valdi þetta 3-2 Veist ekki þú það?
Það hárrétt, hann vandi stóli gáðar alltaf með Steindi með 3 af 4 svörum Gjössalega pakkar þessu saman Steinþór Hóar, við skuldum auðlýsingar og við fáum Hvernig vann ég síðast í einhverju keppni þarna? 2022? Nei, það er miklu bara daginn. Við erum að fá Dóra Gylfa hér til okkar eftir smástund FM 957 Áframvendur FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum komin með frábæran gest í stúdíu. Það eru þættir byrjaðir á Sín Plus streymisveitinni sem heitir Brjánn. Þættir aðila sem gera það sama og ég hangi tímanu saman í Football Manager og alltaf býði eftir rétta gigginu. Held ég sé búin að finna nýjasta kerfið með indregna bakverði og eitthvað það en aldrei fær maður giggið en þessi karakter fekk giggið Brjánn hjá Þrótti. Heldur betur, Dóri Gylfa, velkomin. Sælistráka, djúvillig gaman að vera hérna komin í blöðlestina mann. Já, bara gaman bara meiri hátta mann. Við áttum að skila kveðju frá blöða því að hann er ekki með okkur í dag, hann var svo spenntur að fá þig þú eru bara að koma aftur þegar hann er mættur. Já, ég kíkja á kaffihúsi til þess að regla eitthvað. Já, í Fossvoginum. Já, hjónunum. Bí hérna í grendinni sko. Já, góð frétt, en á hjónin Auðun Blöndal og Raka, þau er ekki gift sko. Eru þið ekki gift? En það var hent fram hann á vísi hjónin. Já, alltaf leið. Það er ekki eins og komin að ræða þetta í dag. Nei, heldur betur ekki. Herðu, Brjánn, hann ætla að skrýta að vera eitthvað að spjalla við þetta því að við náttúrulega erum saman í þessu. Það er ég leikur sjálfur stórt hlutverk. En við þurfum að plugga það er svo gaman að fá það. En það eru komnið 3 þættirinn og þú fær að kostum í þessu stóri og fólk er að bara tala um það og fólk er að fíla þetta svo vel, þannig að við verðum að fá þig. Já, gaman að heyra, þetta er bara að fer vel að stað. Já, heldur betur. Og hvernig er svona, þú veist, getur þú kannski sagt bara hlustendum örlítið hvað þetta er, bara svona. Þetta er Brjánn, 15 mann sem býr hjá móðu sinni og er mikið knattspyrnu áhuga maður. Hann er fyrrum vonar stjarna, Þróttar í knattspyrnu en hætti ungur árum að þeir lendi erfiðum meiðslum. Síðan þá er hann búin að vera að vinna í heildsölu foreldra sinna og fylgjast mikið með fótbolta og spila Football Manager rosalega. Já. Mikla skoðanir á knattspyrnu og hvernig á að spila hana og hvernig Þróttur á að spila og svo framvegis. Og svo bara fyrir röð tilviljana endar hann sem þjálfari Þróttar. Verður hann þjálfari Þróttar. Það gerist tildulega snemma í þáttunum. Ég er ekkert að Þú ert ekkert að spoila billa neinu með því að segja það sko. Nei, þetta gerist bara held í öðrum þætti og þetta er svona grunnurinn að þessu. Er þetta planið, Dóri, hérna þú ert náttúrulega, það verður ekkert mörgum orðið það þú ert Þróttari og Elliot Jack sem er að framleiða og annað er Þróttari og allt það. Þetta er gömul hugmynd líka. Já, og þetta er, þú veist, þeir eru búin að vera með þú komst í brennsluna þú veist, þeir eru búin að vera með þetta í vasanum í freka mörg ára það ekki? 12-14 ára. Þá leik ég í stuttmynd í Ölla þegar hann var að klára kvikmyndaskólan þennan Brjánn sem var í Football Manager og svo fær hann gig sem sagt, búið að þjálfa í Þrótti og eða eitthvað í liði, mann hvort það var Þróttur eða eitthvað annað sem við vorum með þá og svo mætir hann á æfingu og þá er þetta þá er eitthvað miskilningur og þá var hann alltaf að þjálfa eitthvað litla krakka og hann bjóst ekki við því. En þeir eru Þróttarar, ég ætla bara að vera fjölmiðlamaðurinn hérna, þeir eru Þróttarar en þeir eru að gera þessa seríu, er þetta ekki pínu er þetta ekki downgrade á klúbbin sjálfan, akkur völdu ekki eitthvað annar lið? Það var hugmyndi fyrst fyrir 12 árum að okkur fyrst að vera of nálægt okkur sko. Að við erum Þróttarar og Sóli Hólm náttúrulega líka annar handritshöfundana. Þannig að, við skulum hafa þetta gerast í einhverjum klúbbi sem er í Reykjavík og það er svona vonbrigð og vesen. Hvaða klúbbur er það, fyrir 12 árum? Jú, Víkingur. Látum þetta gerast í Víkingi, hann býr í Fossvoginum og mömmu sinn í Fossvoginum, eitthvað svona, þú veist? Já, það er fyndið maður. Skilur við? Það er ekki elst vel í rauninni það í það núna stefn og sigurinn bara í bestu og svo breytist þetta þannig að þú sjá bara hvað það lítið til ef þú bara ert með allt í einhvern góðan hóp gerist eitthvað, þetta er eins og stofna hljónsveit og allt í einhvern bara fullt af slögurum og þú getur ekki alveg útskýrt af hverju En ég meina, finnst þeir þátturinn hafa heppnast fullkomlega af því að einhverjur voru að gera grín Þróttur átti möguleika að fara beint upp daginn töpuðu og fara svo ekki gegnum umspili. Það er bannað að tala um þetta þetta var aldrei rætt fyrir Nei, þetta er ekki fallega Hann fyrir á leiki ég veit það, en þú veist, einhvern veginn
Nei. Ég skal segja ykkur styrlaða staðrind. Vitið hvað lið hefur unnið fyrstu deildina, B-deildina oftast á öllum liðum á Íslandi? Já, Þróttur. Það er frábært, það er ógeðslega gaman að það gerist. Já. Björnlinur að mæta á leiki með þeirra? Jú, og Gunni Helga og Jón Ólafs og bara, Þetta er rosalega teimi alls konar karakter. En aftur á móti, þeir eru með mjög spennandi lið í höndunum í dag. Þú veist, nú er ég að tala út frá þáttaröðinni. Þeir eru yngsta liðið. Já. Þannig að það er grasrót. Já, þetta er fínt lið, skilur þetta. Þeir klúðruðu svo að loka metrunum og tjókuðu svolítið mikið hana. Spiluðu 3 leiki við HK á 10 dögum og fengu 12 mörk á sig. Það gengur náttúrulega ekki. Nei. Gáfu þeim basically helmingina mörkunum. Myndur þú treysta þér að þjálfa þetta lið í alveg? Já. Það er bara við þið tala. Það væri reynda ekki að þetta. Ég verði bara massa til í það, sko. Já. Nei, eins og þú spyrir, sko, maður verður að gera grína sjálf á sér. Þetta er bara, og ég er búin að vera þróttari alla ævi og eitthvað, og ég er búin að vera undirbúið mig fyrir þetta hlutverk í 50 ár. Já. Þetta er method acting, sko, Já. alveg frá grunni. Já. Og ég get bara hætt í leiklist núna. Eftir seríuna. Ég verð líka að spyrja það einu. Ég er búin að horfa á fyrstu 3 þættina. Er karakterinn svona pínu svona inn á Kid Akasio? Þú ert með nokkra frasa hann í þáttunum. Er þetta eitthvað svona frá því? Nei, þetta er þeir hafa það sammerkt kannski Kiddi og Brjátna. Þeir eru menn með ágætt sjálfströst. Já. Það er svolítið, þeir hafa mikið sjálfströst. Mikið heldur mig sig. Já, bara að treysta sér í alls konar hluti og svona, en ég held að Brjátna kemur í ljós seinna með svona, af hverju hann er svona í rauninni. Kiddi Casio, hann býr ekki til mömmu sinni, skilur. Hann á stórt einbýlishús í Sandgerði sem að skulda samt alveg hann borgaði í 1,5 á sinni tíma og áborgarn er mjög miklar en hann er með leigir út frá sér og svona. Hann bjargar sér og svona, hann er að en það er kannski ýmislegt líkt með hann svona þessu leiti, sko. En Brjátn þá eftir að koma í ljós með hann svona seinna þegar hann líður á seríuna fyrir ástæðan fyrir það er þarna. Þetta er svona character-based seria líka mikið sem fólk fær að vaksa mikið. Getur þú skúpað því? Er þetta bara ein seri eða kemur önnur? Við sjáum til. Ég get ekki sagt það er aldrei að vita. Já, það fer auðvitað eftir líka bara hvort að fólk still inn og horfi sem við hvetjum fólk til þess að gera. En mér langaði svo að tjekka það líka því að þú ert búin að vera leika svo mikið í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og leika allstaðar. Þannig að kvikmyndur og þættir versus bara leikhúsið, þú veist hvernig svona, hvort finnst þið bara skemmtilega? Mér finnst það rosalega gaman að vera í þessu kvikmyndastúsi og þetta er svona til dæmis nýtilkomið svona mikið. Ég var ekkert svona einn og einn dagur en undanferðin ár hefur verið að leika svolítið mikið svona. Og mér finnst það svo góð tilbreytinga þegar þetta er svo allt öðruvísi heldur en að leika í leikhúsi. Þetta er eitt við þetta er auðveldara, þetta er ekki sem mikil vinna, þetta er ekki sem mikil íþrótt. Nei. Að leika í leikhús eru átök. Ég veit það. Að gera þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Og gera allt mikið og stórt og svona. Og skuldbindingar, þú getur ekki farið ekki tenni í frí og búin að sæna henni það. Nei. Fastur. Já, og líka sko þú ert að gera þetta stórt og mikið á stóru sviði en samt þarf að vera einlægur að þú veist, þetta er svolítið, þetta er erfiðara. Og það þarf að gefa energi í þetta og allt þetta sko en það er svona helst munurinn á þessu. Þess vegna finnst mér svolítið gaman að prófa þetta svolítið núna að ég hef ekkert verið það mikið í en alveg samhliða. Já, ég man að sko ég spurði Jón Gnarr ekkert aðeins við hann á göngunum bara, þá var hann í leikriti og var búin að vera miklu meira hinum einn og þá fannst honum munurinn svona aðalega því að þá fær hann viðbröðin strax. Já, það er líka það sem er svo æðislegt við leikhúsi. Það er einmitt, þú ert með fólkinn að gera það. Já. En svo núna ég er að fara að frumsýna Moulin Rouge á morgun og voru áhorfundir í gær og fyrradag og bara, þú veist í leikhúsinu upplifur moment sem þú upplifur ekkert þú ert að leika í bíó eru allir saman í ykkur augnabliki, þú veist og það er svona töfrastundir það er svona elska í leikhúsinu sko. Bíó er svolítið bara á hringin í ykkur mánudaginn, hvernig fannst þér? Já, það er líka sko, akkurat sko en þetta er bara, ég líki sem þetta er bara eins og við höfum gaman að fara á völlin, það er okkislega gaman bara að fylgjast með leikhúsi og svona en það munur vera svolítið að leikhúsi er, þú veist, þú ferð bara eins og fara á völlin versus það að horfa á bara leikin í sjónvarpi skiljið hvað er það og
þetta er bara live, þú farið þetta er onýðir, leikhúsið er onýðir, fótboltamennir eru onýðir, þú ert með þeim, þetta eru moment, skilur Engin sýning eins kannski? Engin sýning eins, allt þetta og svo hitt, þú veist, að horfa á þetta allt í sjónvarpinu í bíó, þú veist, þetta er svona að vera með fólki, eða setja á geisladisk eða fara á tónleika, þú veist þetta er svona live performa, það er svona elska í leikhúsið, sko Já. En brjáttættinir komnir á Sín Plus dæmisætina, 3 fyrstu þættirnir mættir. Já, 4. er bara núna á sunnudaginn Serían er sýnd á sunnudaginn Þannig að þetta horfa líka bara í live skilur, eða kíkja bara inn á Sín Plus og taka allt En Dóri fær ekki bara að koma hinga til þess að plugga, hann er nefnilega að fara í hraðaspurningar hér eftir smá stund. Það er rosalegt Yes, það lýst mér vel á Það ekki? Topp tónlistarstöðin FM 957 Já, Halldór Gylfason leikari ennþá hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Stórleikari. Já, stórleikari, minnum á seríuna Brjánn. Fyrstu 3 þættirnir komnir á Sín Plus. Tryggja ykkur áskrift. Dóri, þú er aldrei farið í hraðaspurningar hér eða? Ég bara manna það ekki Mögulega sem Kitty Casio eða eitthvað. Gott ef ekki. Ég var einhvern veginn með auðvitað að stjórna Já, þessu þætti ég man eftir því. Já, þú er komið inn fyrir mörgum árum, sko, það var í öðrum húsakynnum og eitthvað Já. Skaftahliðinni. Já, þá var ég að spurja eitthvað svona spurningar það verið? Það getur Eða verið. var ég að spurja Það geti verið sko En ég var bara, kannski var ég í blackouti, ég veit það ekki Þessi þáttur er alltaf búin að vera bara í 14 ára Þetta Já. er svakalegt Herru, þú fær hraðaspurningar og það er ekkert rangt svar, ekkert rétt svar. Bara fyrsta sem kemur upp í hausinn, reynsa hugan og veist, það er í raun enginn að hlusta, bara láttu þetta flakka. Ok, Dóri, ertu klár? já, Uppáhaldsmatur, humarsúpa, versta áleikið á pítsu, gúrka besti íslenski þjálfari frá upphafi, Óskar Elíasson, ofmetnasti íslenski þjálfari frá upphafi, Óskar Hrafn Þorláksson hvað er að klikkast það sem þú hefur gert á æfinni? Það get ég ekki sagt hér. Ok Jesus Christ, stráka, þetta er átt ykkur ræð. Já, mátt alltaf taka þenn tíma sko. Ég kalla hraðaspurningar, mátt alltaf 2 mínútur svara. Keyrið einhvern tímann á 140 á gamalli lötu. Gamaldur. Það er rosalegt. Já, ég sé eftir þessu, þetta er ekki til þess að reykja. Nei, Hvert er kynþokkafyllsta dýr jarðar? Sebrahestur. Og fljótur að þessu. Ef þú var að fara að labba í ringin og fara að boxa við eitthvað, hvaða lag var undir? Það væri bara Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. rosalega. Hvert á þitt high school crush? Hvaða fræri konust skotin í sem úlingur? Íti Brickel. Fyrir anskotum Íti með það. Brickel and the New Bohemians. Það var hljómsveit, hún spila á kassagítar og sönglaði I'm not afraid of too many things. You know what I know if you know what I mean. Yeah, ég var svo skotin í henni. Spila á gítar, ég var líka að spila á gítar og hún söng þetta lag og var svo sætt og eitthvað. Hver er fyndnasti vinnuðinn? Kjeli. Fyrir anskotum með það. Þorkill Heiðarsson, hann líffræðingur bara með mér í gerfuglunum. Hvað er turn off? Það er bara út af saga. Hvað er turn on? FM? Dugnaður svona, konur eru duglegar, þá finnst mér sexy sko. Lýstu gilsarunum í 3 orðum? Þetta búið þetta til á staðunum við síðan. Þetta er svo erfið spurning Lýsa gilsarunum í 3 orðum? Köttar, Takk. hljómborðsleikari, sætur. Takk. Rosalega bara, ég tek þessu. Þetta breyta Instagram profílið mér í bara þetta. Þetta var alveg Kattar, hrós. hljómborðsleikar og sætur. Já. Uppáhalds áfengið ykkur? Bara rauðvín, gott rauðvín. Gott rauðin. Hvað mun standa á leggstinniðinum í framtíðinni? Ég meinti ekkert með þessu. Hver er kynþokkafyllsti líkamshlutin á þér að þínu mati? Kálfarnir á mér. Þú með góða kála? Já, svakalag, ég þarf að sína gilsa á Já, ég ætla að sjá það. Versta lykt sem þú hefur fundið á æfinni? Það er þegar Þetta er eitthvað svona 40 spurningar sko. Það er svona 6-7 það er þegar versta sko. Hef ég erfitt að taka það Það er bara ælulykt er ógeðsleg. Ælulykt Ælulykt er Ég ætla að byrja sko. Ég á að mun eftir einhverju specifík, einhverju svona sértæku en Þetta er samt þannig að maður er að þrýfa ykkur ælu bara eftir krakkana eitthvað, náttúrulega ælu maður næstu því bara sjálfur sko. þetta er hraðspurning. Hefur þú farið á fullorðinu síðu á árinu? Fullorðins? Síðu á árinu? Nei. Einmitt. Furðulegasti staður sem þú hefur pissað á?
Já, Það endar aldrei. Þetta er bara ég pissa bak við strætóskýli og strætóskýli var fullt af fólki og þvægil rann svona Þú hefur verið alveg að deyja. ég var alveg að pissa í mig og strætó var að koma og það var enginn í strætóskýli og ég fór bak við að pissaði og svo rann pissaði allt svona undir, svo þegar ég kom inn í strætóskýli þá var það fullt af fólki. Síðasta spurning, hver verður Dóri Gylfi eftir 10 ár? Bara í FM 95 blöð að rífa kæft. Takk Veisla. Hann neldi þetta. Þetta var... Hvað var þetta margar spurningar? Já, hvað segir það? Djúðlar þetta langt. Valur með svona 6-7 Já, þú varst með bara einhverja svakalega útgáfa af þessu. Álur yfirheysla Þetta sem er mistaði Dóri Gylfi fekk Yfirheysla Richie Já. Það er bara þannig Þetta var rosalega. Þetta var geggjað. Við minnum aftur á Brján. Hann er komin á Scene Plus, fyrstu 3 þættir, 4. mætir á sunnudaginn og svo var ég að taka eftir því bara núna, drengir, við vorum að spjalla að hún Karen Björg sem er að skrifa handrit af þáttunum ásamt Sóla Hólm er í vikunni í kvöld, þannig að fólk getur örgulega að tjekka á því og heyrt ennþá betur seríuna. Spennandi Yes. Heldur betur, Dóri Gylfi, kæra þakki fyrir komuna við skuldum auglýsingar. Takk strákar. Þetta er FM FM 957 Já, tíminn flýgur þegar það er gaman. FM 95 blöð hér á föstudegi. Dóri Gylfi á horfin á braut en já, það er Gilsarinn sem á næsta lið og það er sá liður sem hræðir mann alltaf og það er spurningakeppni Gilsarans og Hræðaði út, geggjaður í þessum Hvað var aftur að tala um? hvað var þetta? King of being a country boy. Skrítin titill. Og hvað er það? Bara að vera sveitastrákur? Já, svona, þú veist, þið eru bara city boys í rauninni Ég er náttúrulega, Mosfellsbær alveg, er ég seribói? ert semi út í sveit, sko Sko, þegar ég flytt í Mosfellsbæn þá... Ertu ekki ættaði þann? Nei, ég fer upp í Mosfellsbæn þegar 7 ára gamall og þá búa bara 3000 manns þarna, sko, held ég. Eitthvað svo leiðis, ég held að sé ekki mikið meira. 14 í dag, sko. Það er eins og fyrir því Ertu að fara að mæta á sundaginn? Afturölding Káa? Þetta grínast, heldur betur. Þetta er bara, það er allt undir þarna. Allt undir. Hvernig, Riki, áður fyrir mig sving, ég nefnir aðeins að því að þú ert svo ógislega djúpur í boltanum. Hvað erum við að tala um fyrir afturöldingu núna? Hvað þarf að gerast þarna? Þurfum við að vinna alla leikina eða nóg að vinna 2 eða... Ef þið vinna ekki leikinn á sundaginn hárið fallnir. Káa heima. Shit, það er ríkald að Rikki skulle henda þessi andliti á stóni. En akkur segir það? Jafntefli er ekki nóg. Þið verðið að vinna. Og hvaða leikir Það bara vinnur hann að leik, Stóni. Mæti búin að leik og vinnur. Já, ég menna, þú veist, þetta er mikilvægasti leikur sem að afturölding meistaraflokkur Kalla hefur spilað bara Þetta er leikurinn. Káa er búið að bjarga sig. Káa hefur ekkert að keppa. Nei, þeir mæta með síkó og þeir mæta þunnir, sko. Hvað geta þeir ekki falli? Nei, þeir unnu náttúrulega Káur í síðasta leik menn þeir eru komið 32 stig þannig að þeir falla aldrei úr deildinni. Þeir eru með síkó og þannig, sko. Að þá mæta þeir væntalega bara með síkó. En þú verður að ræsa all út Svanþór og allir menn fyrir að mæta. Það get ekki verið 400 manns á varma. Þú ert talað um 14 manns búið þarna, þá þarf að vera fleiri, sko. Já, sko, það er vallameit nánast á hverjum heimaleik, sko. En núna Nei, það var búið fleiri heima og mér er mætt að leikja mot FH, sko. Já, ég byrju hvernig það sá leikur núna daginn. Ég var aldrei sé að fá á, sko. Já, það verður, sko. Þú ert að kveiki í liðinu. Já, það verður metmæting og kannski ágætt að koma inn á þetta. KC er að bjóða á völlin, þannig að það er frítt á völlin. Þannig að þú hefur ekki KC er alveg monni þar. Þú er enga afsökun til að mæta ekki á djúðlari til að telja þegar KC loka 10 á kvöldin djúðlari til að telja upp á kassanum þar. Já, það er smá kassan dettur þar inn, sko. Já. Ef þetta sé ekki svona 10 bíla í lúinni á KC, ég er alveg KC þetta, sko. Já, þetta ætla þér að bjóða moslingum að leiki, bara öllum, líka náttúrulega Akureyringum, sko. Og er að bjóða líka bara free beer? Ég veit það nú ekki, en ef þú kemur þá skal ég græja fyrir þér bjóð, það er bara staðfest. Það eru Gilsari, þú rýður á vaðið. King of being a country boy. Rikki er alltaf clear favorite, það veit að það allir sem er að hlusta, en ég held þetta væri, ég held þetta sé tæft. Já. Steindi hefur náttúrulega aldrei farið út fyrir Mosfellsbæ, þannig að ég hlýt að vinna. Já, en ásatt heima í Mosfellsbæ. Strákar, ég farið þetta er basically bara borg í dag. Strákar, ég farið í alla bæi og í alla firði landsinn, sko. Já, það kemur ljós. Geðveik saga. Það kemur ljós hver er country boy. Hefur Hani vakið þig? Hani, já. Hvernig hefur Hani vakið þig, Steinþór? Já, sko, ég get alveg sagt þér það að það var Hani sem bjóð á móti mér í Mosfellsbænum fyrir bjóð í Víðtengnum. Já. Var einhver fyllibetta sem var kallaður Hani eða actual Hani? Bara Hani
Fuglin og hænur og önd og fleira. Þú varst að vakina máveinu sinni maður sem var á svölunum. Ég lendi því líka, já. Þú veist að það telst ekki með, þú veist, það var Það mávi. var eins og pelegani. Það var máið sem náði mér upp á bringu. Ég hafði bara séð þetta í bíómyndum en svo hérna heimsóttu við bróðurna mömmu sem bjóði í Danmörk á svona sveitabæ Já. og það var actually hani sem actually vakti okkur alltaf klukkan 6:00 Þetta er rosalega notalegt. og í heila viku vaknaði klukkan 6 Já. fór að sofa kannski 4 Já. alltaf vaknaði 6 En nú er ég ekki að stríða ykkur, strákar. Það sem ég bjó er bara þannig að ef ég opnaði útidyrahurna og labbaði 3 metra þá var ég að heilsa upp á hænundan og hanan sko. Já. Þetta var bara algjörlega við hliðina á mér og þá komst ég líka að því að það geta allir kitt sér hann og hænu og verið með út í garði. auðvitað geta ekki keift sér það eðlilega Ég er að segja að þú mátt það. Þú mátt vera með hænu út á svölum hér. ég veit að Steinþór Akkur ekki gæði. að því ég bara hef ekkert við að gera Fersk egg. Erst þú með það? Nei, ég veit alveg ég geta sko Voruð ekki að segja mér einhverja fréttir sko Nei, en ég vissi ekki að þetta væri sko, þú veist, mér fannst þetta merkilegt því ég komst að þessu sko. Já, frábært Já. Já, 1-1 Ég vantar bjóst ekki, við þurfum báðið fá punkt. Hani, allavega 1-1. Hefur þið farið í slella í hjólhísi? Slella í hjólhísi. Ég er nú bara ekkert viss um þetta. Í hjólhísi? Hugsa það sé bara nei hjá mér. Já, þú veist það sem, hvað heitir þess að þú keyrir út um alla bæja á, ekki, út um all land? Hjólhísi? Já, er það ekki? Veitu hvað þú hugsað um? Ég meina, Jú, ég hef farið í það Auðvitað. Ég er bara pottitur að hafa ekki. Jú, Hjólhísi? ég hef farið í það Ég held ég hafi bara aldrei gist í hjólhísi. Nei. Riki, þú verður að leiða okkur að Þú krassa. ert líka bara með tjaldvagn og prímus sko Já, ekki ennþá, mér langar í En ég fekk daginn, það var einhver hérna sem var að hlusta sem sendi á mig, ég er að selja tjaldvagn og nú er ég búin að týna, ég er svo lélegur að svara. Þú veist, ég er búin að týna. Ég skal gefa það bara gott ráð Keyptu tjaldvagn í svona nóvember-desember Þá eru ódýrastir hálfur en að losna við það Já. Nóvember-desember, þá er það þitt Ég er bara, en ég ætla samt að gera eins og þú sagði mér að vera með svona, hérna, kepli, rafmagnskepli. Þá get ég hlaðið því. Ég er komin í fórustu 2-1 fyrir Richie, King of Being a Country Boy. Er Grenivík held illa við þessa dagana? Bara alls ekki. Ég held að Grenivík elski Richard Ég hérna Já, faðmaður á sunnudegi eftir þjóðatíð að bara sagt takk kærlega fyrir þína baróttu ef að Steinþór lætur sjá sig í þessum bæ þá fer hann ekki hér lifandi út Það er alltaf ekki þannig. Ég fekk nú bara boð fyrir stuttu að koma á Magnaleikin og lifta byggarna með þeim sko. Þetta er bara bull. Nei, þú fækst það ekki Þetta er bara algjör bull. Grenivík er ekki illa við þig, Richie. Þú Nei, ég elska mig Dauðafæri við þig þegar þú er að fá núna. Herru, ringdu núna bara í eitthvað númer í Grenivík og spurðu bara. Ringdu Nei, ég er ekki verið að gera það Síma og segja bara illa við Junior. Gera það bara í blöðkastinu. Ég vil meina að þetta sé alls ekki og hérna Nei, það hataði Nei. Steinþór, ég fengur bara fólk upp á tjaldsvæði og var bara að gæja með felgulíkil og spyrja bara er Steinþór ekki að fara að koma hingað Eina sem er að stendi góður í gólfinu sko. Ég myndi ekki leggja í Steinþór. Þó hefur felgulík. Það sem ég var að segja við þig Ég var að reyna að segja við fólk þegar við slækja á Steinþór er fýtt gæi Það sem ég var að segja við þig á þjóðatíð er þetta var svo steikt misskilningur. Þú varst að fara og varst komin í jagerinn og varst bara komin í góðheiminn. Ég fóru 38 metrum á sekundi í 28 gráður Já, það er bara frábært. En ég var að segja við þig þegar það var ekki hvert þú varst að fara eða neitt. Það var meira bara þegar þú varst að segja bara ég er að fara. Ég er bara að fara. Ég hef aldrei séð neitt mann sem hefur komið sér jafnvel fyrir. Já, eðlilega, ég var bara 28 gráður sem byggði eftir mér þetta Steindi, þú varst alltaf tjöldarn á föstaskvöldinu sko Ég hekk í tjaldi hérna, það er að bjarga ykkur. Það er 2-1 fyrir Richie. Þú hefðir ekki alveg þú hefði getað sótt þér punktinu næstóni. Nei, alls ekki. En allavega 2-1 fyrir Richie. Myndur þú flissa allan tíman ef þú væri bóndið að mjólka belju? Hvað meinar eiginlega? Hvað meinar þau? Sitja á stól, skelli hlæjandi að flissa. Flissandi Ef þú væri að mjólka þannig bóndi. Ég skil ekki spurninguna Ég skil hann ekki heldur. Það tala bara því ég er með the teat og er að mjólka og ég sé bara hlæja Já, flissandi eitthvað yfir, þetta eitthvað fyndið. Af því að kemur mjólk úr spenunum. Já, og veist, þetta er í læginu svo blöðrur og svo Sér hvað þetta er steikt Þetta er svo steikt
Í fyrsta lagi er þetta ekki í lægin eins og neina blöðurur. Þetta er meiri í læginu bara eins og fullt að bara litlu. Veistu, þetta er svo furðulegt. Já, ég bara... Nei, ég er að mjólka belju, þá var ég bara að reyna að ná sem mestir mjólk í fötu og ég var ekki hlæjandi, sko. Nei, maður var ekki að hlæja að belju. Þú er svo rugglað. Ég það var líka bara neyðalegt fyrir beljuna að vera að hlæja eitthvað aðeins. Nei, á mig. Hún er lítil í sér. Hún er lítil í sér. Jesus Christ, maður. Sveitamaðurinn hefur þann hæfileika að geta hægt sér hvað sem er og hvena sem er. Finnst þér óþægilegt að kalla þér á því þú átt að hæja þér? Já, mér finnst það. Er það ekki? Jú. Þetta sveitamaðurinn mjög drull, sko. Kallar á hann, Siggi, og hann bara hæja sér, sko. Ég get lofaði því að, Egill, nú ert þú komin að hála nýs. Ég get lofaði því að bændur er ekkert að skýta út allt. Þeir fara bara klostni eins og þú, sko. Þótti séu út í sveit. Þeir mýga kannski einhver staðar af því að það voru bara einhver staðar en þeir ekki... Nei, en ég er aldrei undir pressu því ég er að kúka, sko. Ég bara kúka, sko. En það er kalla á þig. Riki! Já, sko. Hvernig myndu að taka því? Held bara áfram. Hefur þú verið hérna inni upp á bara hérna og vera klostið sem að stendur um daginn að hæja sér á og ef það auðviti kæmi og segir svona Riki, þetta var að koma? Þú situr á klostinu og öll þín svalefni eru upptekin af gælum. Hefur þú svarað eða hvernig hefur leist þetta? Nei, ég bara sagt 2 mínútur. Þú hefði svarað. Stendur þagðið, sko. Það sagðir ekki orðið það? Nei, sagði ekki. Það er furðulegt. Það kemur bara einhver inn og er að kalla þetta. Hörru, hérna, Steindi. Og þetta var bara, ég bara er ekki hérna. Það er ógeðslega skrítið. Það er miklu skrítnar. Segir ekki bara, 2 mínútur gamli? En það er miklu skrítnar að vera að tala við einhvern inn. Hvað, varstu bara í þögninni eða? Ég er bara, það dó einhver inn í mér. Já, ok, þetta á ekki um mig. Já, sko. Byrju, skeitum ekki hætti. Já, ok. Hvað er staðan? Þið finnst ekki óþægilegt. Nei, alls ekki. Punktur og Richie. Nei. Og 3-2. Hristið hjólhýstið mikið þótt í fríi og veist hvað ég á við? Það er þá bara, eða það er vont við, eða það er vindasamt eða eitthvað, sko, eða það er vont við. En ég er ekki búin að bora, ef ég er ekki búin að bora, sko, það er mjög mikilvægt að bora fæturnar vel niður. Ok. Þú ert á svæði. Hvernig ertu, mætur með eitthvað áhald í það? Já, ég er bara með alvöru festhúlbor. Ég er bara með festhúlbor. Mínir heimildamenn, Ríkard, segja það að þú ert valla búin að leggja þessu hjólísi og það er blankalogn og það hristist næstu mínútur. Já, hvað heimildamenn eru það? Sömu voru að gera við augun á þeim? Ég gæti nú að fengi eitthvað sem þú að gera. Nei, það er bara alls ekki þannig. Hristist bara ekki neitt. Það gerist einu svona Vesturmannahelgi hérna í fyrra, þá voru við í einhverju sprengilæði í Hveragerði. Þá þurfti ég bara að bora fætnar að neðar niður og svo voru allir að taka í út tjaldvögnum sínum og tjöld að fjúka og ég bara svaf bara góðum svefnin í mínu hjólísi, sko. Og ég var að horfa á Netflix, sko. Nei, það hristist ekki if you know what I mean út af því, nei, alls ekki. Ég bara á ekki hjólísi. Hefur notað vöðvana þína og lyft frúnni upp á heyböggul eins og heyböggullin væri í eldhúsborð í rauninni. Svipa konsept en bara Jesus Christ. Er ekki heyböggull, er hann ekki alveg 1,80 eða eitthvað? Já, heybaggi. Rikki hefur, sko, hann dettað vel yfir 200 og bekkað 130 séða. Ég veit það, en ég er bara að segja að þegar þú lyftir manneskunni. Hann er með reynslu að lyfta frúnni og upp á borð, sko. Já, ok, hvað ætlar hann að gera síðan? Af því að hinn manneskjan er bara einhver staðar í allt annari hæð. En akkur er þetta talastendi? Akkur er þetta chit-chatta með hann? Ég er bara að nátta með hans á því. Þetta er gaman fyrir þig núna, væntanlega, ekki? Nei, alls ekki. Böggullin er miklu herri en eldhúsborð. 10 sinnum herri. Já, væntanlega. Það er ekki hann Einstein í það. Það er mjög langt síðan að ég kom við heyböggul, en frá veginum er hann stór. Já, hann er það. En nei, svarið nei. Ég hef ekki lyft nein upp á heyböggul. En þú segir heybakka, idiot sandwich. Ég hef ekki mikið verið út á landi eins og þú, sko, í hjólhúsinu. Ég bara sé þetta og fjarlæði og í bíómyndum og svona. Ég held snerti hvað? Heybakki. Þetta er ekki heyböggul. Það meikar ekkert sens. Þetta er heybakki. Shit, hvað ert heimskur stundum, sko. Þetta er heybakki. Ok. Hefur þú peggaður í hjólísi?
Dauðafæri fyrir að valdi yfir þetta er ekki núna. Það er 3-2 og búin að vinna þetta sko. Getur svo niðurlegt Stóni með einföldu jái núna. Nei, ég hef ekki verið peggaður í hjólhísi. Ég tek aftur fram og þú ert að ferðast með fjölskyldunniðinni. Það er alltaf opið þarna. Skrítið að taka peggræðina með. Þú segir bara Svandís að fara í göngutúri í 10-15 mínútur. Já, nei. Er það svona basic pegg tímið? Nei, Segir bara að fara að ráum eitthvað tjaldsvæði að því ég er að fara í peggtíma. Ég veit eftir ruggla. Peggtíma? Þetta er svona svo að skráði í peggtíma. Það er bara Nei, í alvörunni er ekki betri spurning. Er það frá til síðast það? þú ert búin að vinna þetta. Já. Þú varst líka favorite þannig að þú ert king of being a country boy. Being a country boy. Takk að kellaði fyrir það. Guð minn almáttur. Þetta er FM FM 957 Þetta betur FM 95 blöð hér á FM 957. Það fer nú svona styttast í að við förum að kveðja en ekki alveg því að Stóni er með næsta lið. Mér langar að henda ykkur í hvorekari nær sem er Ég, svona hvað er það? Sko, þetta er þannig, þetta er nýr dagskrárliður hérna hjá okkur og blöðin á yld með hann og ég ætla að vera með einn dag og þetta er sem sagt, ég spyr ykkur spurningu og þið þurfu núna að opna síman ykkar og vera svolítið á tánum og senda mér svar á hérna Messenger bara á hann persónulega, ekki þess að við erum í grúpchatinu. Nei, sendi mér bara á mig persónulega svarið og ég segi hvori nær og hérna, ef við ekki bara vinda okkur í það? Jú, klart. Ok, þá er það fyrsta hérna og þetta fannst mér svolítið hérna athyglisvert en hvað er lengsti tími, hvað er heimsmeti í sánu hver er tíminn á heimsmeistaranum í sánu og ég ætla að gefa ykkur svona örlítið hérna þetta af því að þetta heimsmeti er frá 2003 Kemur frá hvað svo heitin er það? Já, hún kemur nefnilega að því að þetta er á actually heimsmeistaramótinu í sánu sem er í Finnlandi og var haldið árlega frá 90 og eitthvað til 2010 en þá hætti það því að það var mannski sem dó þannig að það bara flautað af að því að þið starta sem sagt í 110 gráðum og það er heldur heitt sko. Já, þetta eru rosalega reglur Þegar sánan í sporthúsun er 110 sem að út að Kitty skrúar náttúrulega hressilega upp sko, þá þarf ég að fara út á svona 67 mínúna fresti til þess að kæla mig niður. Þarna máttur ekki fara út einu sinni Máttur ekki fara út einu sinni og reglurnar eru þannig bara svona að ranna hrætt yfir hvernig reglurnar voru á heimsmeistaramótinu í sánu í Finnlandi Þetta eru 110 gráðu heita sánur og það er á hálfri mínútu á 30 sekúndna fresti er hvað er ég að gerast þetta? Hálfur lítur af vatni fer á Já, til að halda hitanum alveg vel uppi Já, þú mátt ekki nota alkohól eða neitt til þess að hérna, þú verður bara að vera edrú í þessu Fólk má ekki með vatnin heldur Ekki vatn, ekki áfengi, ekki neitt Shit, þetta er heldur erfitt Þú þarft að setja alveg kyrr og mátt ekki svona klóra þér En málið er það, eina sem ég veit að því ég farið í svona gúsu Sannlógúsu Það með sko, ef að Gilsari þú setja að halda þetta er 3 tímar, það er ekki þannig Þetta er tali í mínútum að því að þú ert eitthvað of lengi þá ertu dauður Þú mátt ekki gefa honum of mikla Ég fer í saununa í sporthúsinu og hún er 110 gráður það er helvíti heitt, það er ekki fræðilegt að vera nokkuð klukkutíma en ég ætla að giska ég ætla að senda á Stóni samt er þetta, sko, Finnin er alveg svo glérharður í þessu dæmi sko. Já, þetta er náttúrulega bara sánu þjóð heimsins og þetta keppa á HM þetta er langt Það eru allir finna með sánu heima hún er í rauninni bara staðalbúnaður selt íbúðin komið á því Stóni það komið, ok þetta getur verið aftur mikið ég var að senda það líka ég hef ekki fokkin hug ok, þetta er sko, ég ætla bara ekki sko, Egil segir 100 mínútur og Rikki segir 20 mínútur þannig að þið eru alveg langt frá hverjum rétt svar er 16 mínútur og 15 sekundur akkurat Þú ert nefnilega dauður Ekki 110 Nei, ekki 110 gráðum Ekki fræður Þetta er heimsmeistarinn 2003 Þetta er samt lélugu tími Þegar ég verið í 110 Ég er nokkuð viss að ég var að keppa á HM og myndi ég harka með henni 70 mínúti Ég fer fram á kælina reglulega og fer ískaldur inn Þá er fyrstu 5 mínútur Ef þú ert í 110 gráðum þá ertu bara dauður eftir x ákveðin tíma Þetta byrjar í því En svo verið að henda hálf lítra vatni á 30 sekúndna fresti Ég las þetta eins og opna bók Riki, það er 1-0 fyrir þér, kemur sterkur inn og ert að keppi fyrsta sinn Herru, þá eru næsta flestar fullnæðingar á klukkutíma og núna eru 2 stig í boði ég ætla að spyrja ykkur nefnilega hjá Er þetta með hristingum eða samlíf?
bara öllu sko, ég held að þetta sé hristingar sko, ég veit það ekki ég er En ekki hvað er þetta kona eða karl? Ég ætla að spyrja ykkur bæði kyn, þannig að þið geti rauninni þið geti fengið 2 stig, fatið? Og ég, góðu félagi minn er heldur góður í þessu sko. Hann veist, ég veit bara hvað hann hefur náð, þú veist, þannig að hann er mitt út frá því, hann er á heimsmæli hvar, ég lofa því, hann er vandi að keppa á HM eða verið hægt að keppa Já, en hann hefur ekki gert það Nei, með okkur hann sagði mig Þetta er klukkutíma Já, þetta er klukkutíma, þú voru að senda mér í chati og þetta er hjá kallmönnum og kvennfólki Er þetta saman? Nei, þetta er sikkur Konar geta náttúrulega ná oftar, eða ekki Þetta er erðara fyrir gæjana Ég gef ekkert upp Þetta er bara sem internetið gaf mér hérna Þetta er hristingar aðalega Ég reikna með því Ég veit það ekki Ég fór ekki svona djúpt í þetta Þetta eru bara tölur sem kom Ég er búin að senda konu og karl Ok Hvað segir minn allra besti maður Richie hérna Kom með kalkin og kvenkin Ok og Það er vinnar Richie Svo ætla ég að opna líka Byrjum á Agli Af því að það er alltaf smá munur á svörunum sko Það er bara því miður Sko, ok, byrjum þá bara byrjum á kallinum bara því að það er svo Egil segir 18 sinnum og Rikki þú segir 34 sinnum Hvað hristari nær 34 sinnum og þetta er á klukkutíma Það er að vera álfuru hristari þar Rétt svar hjá kallmönnum eru 16 Það er ég Gilsarinn tilbaka maður Gilsarinn er búin að jafna Þetta er bara út að félagi minn er búin að skóla mér Já, Gilsarinn er búin að jafna Þegar kemur kvennfólki þá er Rikki að hendi 130 sinnum Á klukkutíma og Egil þú sendir hérna inn 30 sinnum Þá gerur ekkert annað náttúrulega sko 130 sinnum Konur eru öðru sem Rikki segir 130 Þú segir 30 Rétt svar Þetta er eiginlega bara magnað helvíti 134 sinum Þannig að Rikki var nánast með þetta algjörlega Þetta er 130 og 131 Já Bull er þetta Þannig að þetta er bara 2-1 aftur fyrir Rikka Ég veit að þú segur í þessu Richie Takk Já, og sko og það meðaltali er raunni sko 2 fullnæðingar á mínútu sko Þannig að þetta er keppni Ótrúlegt að ná þessu sko Já, og þá er það þriðja drengir og þú verður Ég veit það er alveg pressa nú Já, þá spyr ég hérna lengsta þinga sem mæld hefur verið Sko eitthvað manneskja sem hefur verið svo þunn og yfir hvað langt ferli Sko ég er að hugsa bara við tökum reynslubakkan í okkur Þú veist, AC ferðirnar Já Það er alveg 5-7 daga þinga Þú veist, þú dórinn En hvernig er þetta mælt? Ég spyr að því Meltingin eðlar hægðir kannski dragstíma, matalistin komin Já, og allt þetta þetta er ekki bara metið út frá því eða? Jú, þetta maður sér þetta var eitthvað hérna study publicist hvað gerði ykkur rannsókn á þessu Eina sem er að stríða með smá í þessu er að sem sagt, þessi þinga, hún átti sér stað eftir að viðkomandi, var búin að drekka 60 pints of beer sem er raunni 60 kranna yfir nokkra daga Fattaru? Það er bara róleg AC-ferð sko. Ég er að segja það er raunni bara eins og róleg AC-ferð Ég tek bara 60 á 3-4 dögum á tennis Þetta er bara það sem að komið svarið mitt komið á ég held að AC-ferðinar það er líklega bara versta þingan þannig að svarið sé bara nákvæmlega þar sko. Já, ég sendi líka, ég hef ekki hugmynd Þannig að Egil segir að þessu 5. þinga eftir AC og mér finnst það svar vera mjög legit þú veist, þú kemur eftir AC og þú er aldrei honum góður fyrir eftir nokkru dag En að því þú ert að spurja þessu þá hlýtur þetta að vera eitthvað mjög langt dæmi að því ég gáfaður en Gilsarinn Þú hendir í 3 vikur Þú hendir í 3 vikur 3 vikna þingu og rétt svar er 4 vikur Takk Hvað auðmingi var þetta? Heyrðu, þetta er 37 ára gamall maður sem drakk 60 pint of beer yfir einhverja daga Ég hugsa Hvernig getur þau þunnur í 3 vikur? Nei, 4 Það fyrir ekki 4 Ég segi bara, drengir, að þetta finnst mér við sko, þú tekur það bara dælið í steinefnum og ringir í Tiny Little Curly Man og farið happy ferðið í gimmið og þú ert ekki þunnur í 4 vikur Þetta er alveg auðming Þú drekkur ekki 60 kranabjóra á okkur nokkrum dögum og ferð svo í 4 vikna þingu Þetta er bara bull En að því þú varst að koma með þetta og vissi þetta væri eitthvað langt Já, en ég Þetta hefði ekki verið fyrir einhverja daga 5 dagar, ég
Ég hef aldrei hirtu meira það en þetta hefur verið álurlega mikið. Já, ég bara tekið sem ég teskja salti. Ég sé eftir að hafa spurt ykkur að þessu því að þetta er bara líklegast vitlis. Rikki, þú tókst þetta og Já, þú- mikið Rikki. Við runnum út á tíma. Já. Hvernig er helgin ykkar bara hratt? Gilsari? Ég ætla nýbyrjaður í gólfinu þannig að ég er ekkert aðeinslega peppaði fyrir þér rætið sko, djúvill það gott TV maður. Þú ert með að senda á mér ekki í bettin fyrir morgundaginn og sunnudaginn. Já, ég er nýbyrjar í Borderlands 4, þannig að ég ætla að spila hann aðeins í kvöld. Borderlands 4. Borderlands 4, Ok. tölvuleikur og ég er búin að ræsa út nokkra góða til að hanga með mér þar in the world, eins og vil kýrst að kalla En ég þetta. áður vitsmenn, hvað er að parka hjóli sinni helgina? Það er komið í geimslu og já, ég er að lýsa Brentford Manchester United í háttegin á morgun. Já, Ég er með rætirinn á sunnudaginn, ég er með gig í kvöld. brjálæði að gera. Það er bara vinnuhelgi. Það er aldrei slökunni þeirra helgar. Nei. þægilegt er að blöfa svona ælendir, sá er ég í fríi. Já, það er gott. En ég ætla að kíkja líka drengir á, fínt að koma inn það, Skjálfti er á morgun í fyrsta sinn sem sko töluleiki móti Skjálfti sem hefur ekki verið í ég veit ekki hversu mörg ár, mun ekki þeirra lögðarsöllum var bara fulla af tölvum og alltaf gerast. Hvað gera gamers á Skjálta? Gamers er að keppi hinn um þessu leikjum og við rauðun og klakamenn ætlum að mæta hérna og láta niðurlægi okkur í svona á special event skemmtilegt. á morgun klukkan 1:30. Þannig að hérna, fólk sem vil koma og sjá alvöru gamers gera lítið úr okkur geta mætt og tekið eftir því. Kæra þakkir fyrir að hlusta. Kæru hlustendur, FM 95 Blöð hefur lokið gungusinn í dag en fulli bátur næsta föstudag. Topp tónlistarstöðin Þetta er FM 957